setta. Ég heiti Ása Lind Finnbogadóttir og fundarstjóri hér í dag. Og frumalendur eru 4 og það gert ráð fyrir svona 10-15 mínútum á hvern frumalenda. Og ég finnst að sé ágætt að leyfa fyrirspurnir kannski eftir hvern frumalenda og svo líka í lokin. En fyrstu frumalenda sem að taka til máls Þorleifur Gunnlaugsson, varaborgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, Gerðurar. Takk fyrir þetta. Góða boð og fyrir að taka þátt í svona spennandi fundi. Það er mjög spennandi. Frumalandi sem hér sitja við hliðina á mér og verður gaman að hlusta á þá. Ég ætla að fjalla við erum sérst að fjalla þetta þema að lifa af launum sínum og ég ætla að fjalla þau mál út frá sjónarmiði sveitarstjórnarmannsins og skyldum sveitarfélagsins. Í stjórnarskránni segir í 77. grein: öllum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorkur, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Og ef allt annað bregst þá þetta skylda sveitarfélaganna að sjá til þessa. Og í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga segir: skylt er að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Í reglum Reykjavíkurborgar fjárhagsaðstoð, þar sem að þessar skyldur eru að sjálfsögðu viðurkenndar, segir meðal annars: jafnan skal kanna til þrautar rétt umsækjanda til annarra greiðslna, þar á meðal talið frá almannatryggingum, atvinnuleysistrygingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, svo og skal kanna rétt til aðstoðar samkvæmt lögum námsstyrki. Í reglunum sem sagt og þeir sem að fjalla mál einstaklingar sem að hafa beðið fjárhagsaðstoð, þá svona mjög tryggt í reglunum að það sé búið að leita allra annarra ráða og engir aðrir tekjumöguleika sé til staðar. Sveitarfélagið er sem sagt neðsta öryggisnetið. Frá hruni hefur fjölgað helming meðal þeirra sem að njóta fjárhagsaðstoðar. Alþýðusambandið gaf nýlega út skýrslu þetta mál og það segir að á síðasta ári þáðu 6.200 manns fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum á landinu á síðasta ári, sem sagt. Og þeir segja einhleypir karlar, þeir segja einhleypir karlar og einstæðar mæður séu fjölmennasti hópurinn og það passar alveg við mína reynslu. En rétt rúmlega 3.000 manns voru á fjárhagsaðstoð árið 2007. Þess að við fjölgað 3.000 manns upp í 6.200 á þessu ári. Og í skýrslu Alþýðusambandsins segir jafnframt að mjög margir hafa að klára rétt sinn til atvinnuleysisbóta á þessu ári og síðasta ári. Og þeir hafa þar af leiðandi ekki nein önnur hús að venda en að leita til sveitarfélagana fjárhagsaðstoð. Ólafur Darri Andrason, deildarstjóri hjá Hagdeilda SÍ, segir að fólk sem að dettur af fjárhagsaðstoð þarf að leita til sveitarfélagana. Og hann segir jafnframt að það verði mjög mikið tekjumissir. Hann segir frá því að vera á atvinnuleysisbótum og að fara yfir á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélagi. Og þetta er nefnilega alveg rétt. Fjárhagsaðstoð er nefnilega mun lægri heldur en atvinnuleysisbæturnar. Og fólk sem að þiggur atvinnuleysisbætur, það gerir það á einstaklingsgrundvelli, án tillits til fjölskyldugerðar eða sambúðarforms. En sá sem að þiggur fjárhagsaðstoð, hann lýtur allt öðrum reglum
og þar tekið til fjölskyldugerðar, sambúðar og svo framvegis, ég kem að því hér á eftir. Í hruninu á einhverjum 5 mánuðum frá því október 2008 og eitthvað fram í árið 2009 þá jókst atvinnuleysið úr 1,5% í 10,5% á landsmeðaltali. Það jókst á þessum örfáum mánuðum 700%. Og stórir hópar vinnufúsra Íslendinga auðvitað bara að reiða sig á atvinnuleysisbætur, mun lægri tekjur en þeir höfðu haft. Og þeir sem ekki höfðu rétt á atvinnuleysisbótum einhverra hluta vegna, höfðu ekki áherslunarétt, atvinnurekendur sem hefðu ekki passað upp á gjöld og svo framvegis, að þeir sem sagt fóru beint á fjárhagsaðstoð. Og þið munið það á þessum tíma þá reið svona samúð að byrgja yfir samfélagið. Hjálparstofnanir, það kannski brutt ekki upp en það svona stækkuðu og þeirra starfsemi var mjög ábyrgandi og það vildu allir hjálpa. Það var sú stemning í samfélaginu strax eftir hrun að það vildu allir hjálpast að. En þetta varði í mjög stuttan tíma og það engu líkar en að fjölmiðlar og yfirvöld hafi farið í afneitun ástandi og umræðin oft frekar bótasvindl og svik frekar en heldur en þá áfárat sem að þeirra aukast í samfélaginu. Og ég ætla þá aðeins að fara í það hvernig þetta í Reykjavík. 2009 og 2010 þegar þessi samúð ríkti þá fékk ég rafið til dæmis í borgarstjórn frítísund fyrir börn og atvinnulausa og það sem á fjárhagsaðstoð og þeir tveir síðanefndu fengu líka frítt í bókasöfn og þessi tveir hópar atvinnulausur og þeir sem á fjárhagsaðstoð fá þessa aðstoð ennþá. Ég þurfum reyndar að minna meðlutana á þetta alveg á hverju ári endur ég þessa. Þetta er ákveðin lífsgæði sem að fást þarna. Núverandi meirihluti tók við í maí 2010 og hann einsetti sér, svona í þessu andrúmslofti þá einsetti hann sér að færa þá sem eru á fjárhagsaðstoð yfir fátækramark sem eru reiknuð út af Hagstofu Íslands samkvæmt frekar flóknum svona reglum. Farið yfir þar eftir ef að þetta beðið, en þá voru þessi mörk 160.400 krónur. En það kom mjög fljótlega í ljós að meirihlutin ætlaði ekki að standa við þessi loforð. Og ein rökin voru þau að það var ekki hægt að fara yfir þessi fátækramark vegna þá voru menn komnir að atvinnuleysisbótum, aðeins yfir atvinnuleysisbætur og það þetta borga þeir sem eru á atvinnuleysisbótum mismunum. Og þess vegna var þarna staðnæst við 149.900 krónur á mánuði. Það fjárhagsaðstoð yfir 149.900 krónur á mánuði frá og með 1. janúar 2011, eða hvað? Fjölmiðlar sögðu frá þessu svona. Fjárhagsaðstoð Reykjavík var 149.900. En í raun gilti það minnhluta þeirra sem fengu fjárhagsaðstoðina. Ég hef ekki kynnt mig hvernig þetta í öðrum sveitarfélögum, en Reykjavíkurborg hefur flækt þessi mál mjög duglega og það einhver líkar að menn séu að reyna að gera það. Og hér dæmi að mínu mati blekkingarleik sem virkaði, þannig að það alltaf verið að tala þessa hæstu upphæð sem fjárhagsaðstoð sem það að veita. Og nú ætti ég að koma með dæmi sem eru síðan þessar breytingar voru fyrir fjárhagsaðstoð 2011. Þið munið það, ég nefnir upphæðir. Þarna var búið að fjölga flokkunum yfir þá sem að fá fjárhagsaðstoð og þessi flokkar er ennþá í dag. Fyrsti flokkurinn er einstaklingur 18 ára og eldri sem rekur eigið heimili en hann gat þarna fengið mest 149 krónur brúttó á mánuði. Þarna voru 736 einstaklingar sem gáttu fengið þessa hæstu upphæð, 149.000.
Og síðan var búið að búið 4 flokka, undirflokka, með sitt hvoran í öllum tilfellum lægri upphæðir. Næst það hjón eða sambúðarfólk sem reka eigið heimili, en þeir fengu hérna 223.500 krónur saman alltaf mánuði, eða 1,5 fjárhagsaðstoð. Þarna voru 90 einstaklingar. Þriðji flokkurinn er einstaklingur sem býr með öðrum, leigir húsnæði án þinglýsts leigusamnings eða hefur ekki aðgang að húsnæði. Hann fekk 125.540. Þarna eru 657 einstaklingar. Í þessum hópi, þeir sem búa með öðrum, þetta er hópi sem að núverandi meðliti bjóð til, eru langt flesti þeirra sem að fá fjárhagsaðstoð. Og fjórða lagi það einstaklingar sem býr hjá foreldrum og hann fekk hérna 64.500 krónur á mánuði og þarna varum að 145 einstaklingar. Og í fimmta lagi var einstaklingur sem býr hjá foreldrum og hefur forsjá barns. Þessi einstaklingur hafði áður hæstu bætur, hann var áður í hæsta flokki, hann var lækkað niður að vera með þeim sem að búa hjá öðrum, niður í 120.540 og ég hef ekki fengið gefin fjöldar á þeim. Með því að fjölga í hópunum sem þiggja fjárhagsaðstoð og lækka fjárhagsaðstoðuna til 4 þessara hópa, það var gert. Hún var lækkuð með því að hún var ekki hækkuð milli ára. Þannig lækkuð bara þetta efsta þau. Með þessu tókst hérna meðlum að snúa dæminu við. Með því að í stað þess að langt flestir væri með hæstu upphæðin eins og var áður, er það núna minnihlutinn. Á þessum tíma voru 736 með fjárhagsaðstoð upp á 149 krónur á mánuði, en hinni voru með fjárhagsaðstoð frá 74.500 til 125.540. Og þessu var neð sérstaklega ná með því að búa til nýjan hóp, þá sem búa hjá öðrum og er stærsti hópurinn svo að það sværi. Síðan reglunum var breytt í þessa átt hefur meðliti sífellt verið að þrengja reglur og nú síðast með því að krefja þá sem eru á fjárhagsaðstoð á grundvelli læknisvottorð að gera einstaklingsáætlanir. Með hótunum það að yfirvaldið fyrir að félagsráðgjafinn geti gert eða tekið fjárhagsaðstoðina að þeir sem ekki stenst þessa einstaklingsáætlun. Það þýðir í raun og veru það að margir af okkar skjólstæðingum sem eru með læknisvottorð eru utangarðsfólk eða fólk í áfengis- og vímuefnavanda. Og það er þá bara að maður mæti bara inn til félagsráðgjafans og hann bara tekur Lalla Jóns og segir bara þú verður að fara eftir þessari áætlun. Og Lalli segir bara já og svo bara gerir hann það ekki neitt og þá getur hann mist fjárhagsaðstoðina. Og þetta er á mínu mati ólöglegt. Og sama hatt og hraðprufumálið í Fjarðabyggðinni. Þetta er mjög svipað. Það er þetta víðtækari heimild vegna þess að það heituðu þá hraðprufu en þarna er það algjörlega í sjálfsvald ráðgjafans og stjórnvaldsins að taka fólkinu fjárhagsaðstoð. Aðrar heimildir til fjárhagsaðstoðar eða viðmiðunar gagnvart þeim hafa ekki hækkað áraraðir. Heimildagreiðslu sem að fylgja með fjárhagsaðstoðinni til þeirra sem að ekki geta séð sér farborða. Þar má nefna fjárhagsaðstoð vegna kaupa á húsbúnaði til einstakling sem er eignalaus og er að stofna heimili eftir að minnst 2 ára dvöl á stofnun. Til ungs fólks á aldrinum 18 til 24 ára sem er eignalaust og hefur átt í miklum félagslegum erfiðleikum og er að stofna heimili í fyrsta sinn. Þegar að ræða einstaklinga hjón sambúðarfólks sem eiga í félagslegum erfiðleikum og þurfa aðstoð vegna kaupa á nauðsynlegum heimilistækjum, greiðslu til nauðsynlegra tannlækninga, greiðslu viðtal hjá félagsráðgjöfum, sálfræðingum og geðlækningum, greiðslu útfararkostnaðar þegar staðreynt hefur verið að dánarbúið hefur ekki staðist undir útför hans hins látna og ég fjallar þetta í bloggi daginn, það er ennþá eftir þess að þetta hefur ekki hækkað í 10 ár. Þannig að styrkurinn er ennþá 160.000 krónur. Og síðan er það fjárhagsleg aðstoð vegna skyndiðsmissis búslóðar eða annars eignarmissis sem orðið hefur vegna bruna eða náttúruhamfara.
Hér eru nokkra heimildargreiðslur sem eru í reglum borgarinnar og í reglum öllum sveitarfélaga sem hafa ekki hækkað, í sömu krónutölu og þær voru 2004. En nú minn tími sennilega búinn. Ég hefði viljað segja miklu meira, ég tek þetta þá bara í fyrirspurnum. Ég vildi samt segja ykkur, svona í lokin, hvernig upphæðirnar eru í dag. Það sem þessi yfirhópur, svo sem þeir sem búa einir, þeir eru með 169.199 krónur á mánuði og af því þarf að greiða skatt. Þetta er hæsta fjárhagsaðstoðin, 169.000 krónur. Það eru til þeirra sem til hjóna og sambúðarfólks, þessi 1,5 fjárhagsaðstoð sem er 254.000. Svo er það þessi stóru hópu þeirra sem búa hjá öðrum sem er 142.559. Og svo er það þeir sem búa hjá foreldrum og það skiptir ekki máli hvað þeir eru gamlir, það geta verið 60 menn hjá mæðrum sínum. Þeir fá 84.600 krónur og þeir sem búa hjá foreldrum eru með börn fá 142.599 eins og þeir sem búa hjá öðrum. Og varðandi þá sem búa er í sambúð eða eru gift og fá þetta 1,5 fjárhagsaðstoð, þau geta slitið sambúð eða skilið, en búið samt sem áður hjá öðrum, búið saman og fengi þá upphæð tvöfaldar sem mun hærri. Þannig þetta er hvati til skilnaða. Án þess að brjóta. Má ég spyrja örstutt bara í sambandi við segjum svo ef 60 maður á aldraða móður og tekur hann inn á heimili sitt til þess að annast hana, telst hann þá vera hennar framfæri? Já, já. Þú heitir? Ég heiti Þorvaldur. Þorvaldur, já. Nei, já, þetta er samkvæmt þessum reglum. Já, ok. Það er nefnilega það. Er það ef hann tekur móður sinni inn á heimilið, þá er hann ekki framfæri hennar? Já, ef hann tekur eða hann fer á heimili móður sinnar, samkvæmt þeir sem búa hjá öðrum, þetta er bara reglum svona. Já. Þetta er bara stendur hérna, engin tími. Þá er hann hjá foreldrum sínum? Já. Nei, ekki ef hann með móðurinn flytur hann á lögheimili hans, ekki. Það var reglunum breytt svona síðasta kjörtímabil. Ef það verður þá lögheimili beggja, þá er spurning bara að grafast í fortíðinni hver bjóða hefur búið það lengur. Nei, það er svo sem er með húsaleigusamningi sem talið verið að búa einn, en ef hún býr saman, ef hún á fjárhagsamninga, en það getur það bara. Ég hafði nefnilega í huga þetta með að búa hjá foreldrum. Hvort hann teldist að búa hjá foreldrum. En ég held það mjög... Þetta er umhugsunar. Já. Það er ekki bara gott fyrir þig. Jú, bara spurningar á eftir bara. Já. Ég vil heiti það. Bara sniðu það. Það var bara að nefna að búa það. Já, endilega. Einhver sem brennur að spyrja akkurat núna, eða kannski við gerum þetta bara lókin ef við fá næsta frumalanda. Það er Hallfríður Þórarinsdóttir. Gerðu svo vel. Takk fyrir að kynna sig. Komið sæl og þakka fyrir að hafa boðið hingað. Það var Þorleifur sem hafði samband við mig. Ég heiti Hallfríður Þórarinsdóttir og er forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar sem heitir MIRRA og stendur fyrir miðstöð innflytjendarannsóknir Reykjavíkur. Ég er menntaður mannfræðingur og kláraði doktorspróf fyrir hálfum áratug síðan. En hef starfað innflytjendarannsóknir á undanfarin ár og var á dögunum að kynna hér nýútkomna skýrslu sem ég átti hlut að vann ásamt öðrum. Þetta er samnorræn skýrsla og hún lítur svona út, gefin út af Norrænu ráðherranefndinni í Kaupmannahöfn og styrkt af henni þetta rannsóknarverkefni sem heitir á ensku Labour Migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries. Á íslensku myndi hún heita Farandsstarfsfólk frá Mið- og Austur-Evrópu og Norðurlöndunum, flutningsmynstur, vinnuaðstæður og ráðningavenjur. Og ég var að kynna helstu niðurstöður úr þessari flottu rannsókn sem byggir í raun og veru til samanburðar milli höfuðborganna þriggja, Óslóar, Kaupmannahafnar og Reykjavíkur, á launakjörum og ráðningamynstrum meðal pólskra starfsmanna. Og það hafði verið gerð í hverri borg fyrir sig svona
grunnrannsókn eða könnun, survey heitir það á ensku, meðal pólskra starfsmanna eða það heitir á ensku labor migrants. Það er svolítið flókið og stundum svolítið snúið að velja rétta hugtakið yfir þennan hóp eða þetta starfsfólk sem hefur verið, erlenda starfsfólk sem hefur verið að koma. En þessar kannanir voru gerðar 2008, haustið 2008 í Kaupmannahöfn, ársbyrjun 2010 í Oslo og hér sumarið 2010. Og í öllum borgunum náðum við úrtaki sem taldi svona cirka 500 manns. Það var að segja Pólverjar á stór Oslo-svæðinu, stór Kaupmannahafnarsvæðinu og stór Reykjavíkursvæðinu, 500. En 500 Pólverjar hér 18 ára eldri er töluvert stærra úrtak heldur en 500 Pólverjar í Oslo. Svona ykkur til fróðleiks að þá eru Pólverjar langstærsti innflytjendahópurinn á Íslandi. Þeir telja slaga hátt upp í 40% allra innflytjenda sem eru hér. Þeir eru líka langstærsti innflytjendahópurinn í Noregi. Þeir eru svo cirka 10% allra innflytjenda þar núna og telja 77.000 einhverju leys. Á Íslandi eru þeir svona 9.000 pluss, fóru hæst upp í 11. Og úrtakið sem við tókum var náði til næstum því 500 einstaklinga, karla og kvenna, kynja hlutföll mjög jöfn. Og við vorum í raun og veru þá, það var önnur rannsókn, vorum í raun og veru fengum fjármagn frá Þróunarsjóði EFTA. Raun og veru til þess að kanna ákveðna aðferðafræði, hvort hún passaði á þennan tiltekna hóp og hún gerði það. En þar sem að það þurfti að kalla fólk á staðinn til þess að gera þetta, testa þessa tiltekna aðferðafræði og svona snjóbolta aðferð með, ég ætla ekki að fara út í það, þá ákvaðum við, fyrst við fengum fólk á staðinn og borguðum við fyrir þáttöku, að nota tækifærið og spyrja það að spjöra honum úr. Það var það sem við gerðum, þannig við söfnuðum alveg svakalega miklum gögnum í þessum rannsóknum. Aðferðafræðin virkar fínt á hópinn og við sátum, fengum þessi svakalegu gögn lengd búsetu, atvinnuhætti, allt mögulegt. Þetta voru klukkutíma viðtöl, við satt, það voru túlkar eða Pólverjar sem bara sátu og spurðu þá út úr. Og hluti þeirra rannsóknar er notaður hér og það var einkum og sér í lagi, þessi rannsókn skiptist í þrjá þætti og fyrsti þátturinn skal ég segja ykkur hann fjallar breytt mynstur vinnuaflsflutninga til Norðurlandana og það er líka verið að skoða sameiginlega fleti á stofnunum vinnumarkaðarins á hverju stað. Þið viti hvernig hann er struktúreraður og svoleiðis hvað er það sem einkennir hann, hvað er líkt með vinnumarkaði í Oslo, Köpen og Reykjavík og hvað er ólíkt. Og það er margt sem er líkt og það er líka sumt sem er ólíkt. Í annar þáttur rannsóknarinnar fólst í rannsóknum á félagslegum undirboðum sem voru mikið hér í pólitískri og almennri umræðu hér eða umræðu fyrir nokkrum ára síðan, einkum og sérlega í tengslum við bara í þenslunni, þið minnið hvernig það var, og starfsmannaleigurnar og svoleiðis. Og félagsleg undirboð í kjölfar stækknar ESB, vinnu aðstæður og vinnu umhverfi meðal pólskra starfsmanna í þessum borgum. Og í þriðja lagi að þá skoðum við líka ráðningarmynstur hjá pólskum starfsmönnum. Stór hluti af því fjallaði í raun og veru á hvaða kjörum fólk er ráðið. Var það beinráð? Er það ráðið í gegnum starfsmannaleigunar? Er það sem heitir á ensku posted workers eða innsendi starfsmenn? Er það að vinna fyrir þarlend fyrirtæki? Og er einhverjir millilið, milli starfsmannsins og atvinnuveitandans? Eða er þetta beinráðning? Þannig að rannsóknin og þessi skýrsla hérna inniheldur þá, ég skrifaði hér heilmikla ritgerð ris og fall starfsmannaleiga á Íslandi sem kom þar við sögu. En þegar við gerðum rannsóknina 2010 þá voru engir að vinna fyrir starfsmannleigu. Það hefur nánast horfið af sjónarsviðinu. Og ég hef svona ákveðna skýringar á því. En mér langaði að segja ykkur, ég hef nú verið að kynna þetta, ég var með kynningu á miðvikudaginn í Þjóðminjasafninu og bauði við Þorleifur. Hann komst ekki kallinn, hann var alltaf eitthvað hingað. Þannig að kynningu ég var að vera á. Já, akkurat. En sem sé, það sem svo fóru fjölmiðlar að hafa samband við mig og það sem vakti töluvert athygli voru alltaf launakjör. Ég ætla aðeins að fara yfir bara til gamans. Ég veit kannski sjá ekki alveg, það skiptir ekki öllu máli. En ég er hérna með glærur sem það er svona línuritt, þannig að þau tala svo sem sínu máli. Og þittum við ekki þannig að sjá hvort að línuna fara hærra eða lægra. Hér er
innflutningur fólks til Norðurlanda frá nýju aðildarríkjum ESB frá 2000 til 2010 og þetta er árið 2000 hérna og þetta er 2010 og þetta fer svona upp og svo aðeins kemur kreppan og þá fer það niður og hæsta hlutfalli að flytjast til Noregs. Það er hérna stökkdextalínan, Ísland hérna því þetta eru tölur að þá lendir Ísland sko frekar neðarlega af því að við erum náttúrulega svo miklu færri og það eru hlutfallslega í tölum það eru hlutfallslega færri einstaklingar sem koma hingað en það segir ekki nema hálfa söguna. Því að hingað kom eins og ég sagði áðan, hér er graf yfir flutning Pólverja til Íslands, bláa línan eru allir Pólverjar frá 2000 til 2013 held ég þetta sé, rauða eru kallar og græna konur, fyrst voru konur, kallar og svo konur og hérna kallarnir fóru fram úr konunum hér þegar þenslan var hvað mest og svo er að verða svona þokkalega jöfn kynjaskipting milli innan pólska hópsins. Og síðan erum við hérna með, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, en hér er ein lína langt fyrir ofan, sjáu þið það? Og þetta eru prósentuhlutfall, sem sagt, fólk sem er að flytja frá nýju aðildarríkjum ESB lesist Austur-Evrópuríkjunum, nánar tiltekið í Pólandi, nánast alfarið, það er fjölmennasta ríkið er Pólland. Pólland það eru 38 milljónir mann sem búið þar og eftir þetta gengi Evrópusambandi þá fóru 2 milljónir Pólverja vesturum. Og bróðurparturinn þeirra fór til Bretlands og Írlands og Svíþjóð, það voru 3 lönd sem settu engar hömlur á fólksveitastreymi. En Ísland gerði það og hér þurftu Pólverjar eftir sem áður frá 2004 til 2006 að sækja atvinnuleyfi eins og þið kannski munið. Það var ekki fyrir 1. maí 2006 að því var lyft. En þetta er samfara, Evrópusambandið stækkar samfara brjálæðislegri efnahagsþenslu í Vestur-Evrópu. Atvinnuleysi í Pólland og Austur-Evrópu og það var eftir miklu að slægjast að fara vesturum. Og við sjáum hérna hvernig hér streyma þeir sko, til Noregs, Noregur toppar hérna og það eru 4,5% 4,5 einstaklingar frá þessu nýju aðildarríkjum Austur-Evrópu sem að flytja á hverja 1000 íbúa í Noregi. Norræna meðaltalið er hérna, þessi rauða lína hér, en hin löndin eru fyrir neðan. Ísland er ekki með í þessu línuriti. Og það er vegna þess að það passar ekki inn í línuritið. Það hefði sprengt skalan. Vegna þess að hingafluttu, og þetta er voða lítið talað hingafluttu þeirra best lét, hérna sjáu þið, skipti alveg nógu dökka, lína fyrir svona upp og niður, sjáu þetta. Hérna er árið 2000, hérna er 2009, það sem hún toppar, og svo fyrir þetta niður aftur. Hér voru að flytja 22 einstaklingar á hverja 1000 íbúa í landinu. Og svo hrundi það niður, skiltið. Þannig að þetta eru bara rauntölur. Svo þetta er miðað við hverja 1000 íbúa, þá er þessi fólksflutningar miklu massívari hingað heldur en til nágrannlandana. Og það er mjög fróðlegt og mikilvægt að átta sig á því að innflytjendamál á Íslandi, þetta er svo nýr málaflokkur, þau eru algjört jaðarmál, þau hafa enga pólitíska vigt, akkurat enga, segja og skrifa, þar sem situr fyrirverandi þingmaður hér í salnum. Það er vegna þess að þau tekka ekki í alþingiskosningum. Fæstir innflytjendur í Íslandi hafa atkvæðisrétt í alþingiskosningum og kom ekki til með að hafa það. Þeim er engin akkurir í því að sækja íslenska ríkisborgararétt, þar að segja Pólverjum og öðrum sem eru frá Evrópusambandsríkjunum. Það var ekki eftir neinu slægjast. Þannig að þeir koma alltaf til með að kjósa nema í sveitarstjórnarkosningum sem þeir munu væntanlega að gera núna í stórum stíl. En sumsé, við gerðum þarna samanburð á launakjörum þessa fólks og það var það sem ég ætlaði svona að koma að því þetta málþing hérna skal ég segja ykkur fjallar það hvernig á að lifa af laununum sínum. Ég ætla aðeins að kíkja hérna á Já, það var eftir miklu að slægjast fyrir Pólverjana og þið vitið þegar þar voru meðallaun áður en þeir voru að koma þvert yfir þessar 3 borgir að þá voru þeir að gera þetta 12 til 18 slóti, það er pólski gjaldmiðillinn, á tíman heima. Og núna er slótið, það er tæpar 40 krónur íslenskar. Þannig að þið getið reiknað það út, einhver svona fljótur að reikna, en það var hér, þegar þið komið fyrst, þá fenguðu 22 krónur, þá þurftu þeir að borga 22-3 krónur fyrir slóti. Sem þýðir það að þið voru að koma hingað og voru að senda peninga heim, þá gátu þeir sendt helmingi meira fyrir hrun heldur en eftir hrun.
Hvað sagði það var þessi? 40? Það er eitthvað 38-40, það var 40 þegar við gerðum rannsóknina. Þetta er svona 600 kall. 480 krónur. Já, eitthvað svoleiðis. Hvað sagði það var? Ég sagði á bilunum, þeir voru að þéna á bilunum 12 til 18. Já, ég tók bara svona með. Já. Þannig að ég er að segja sko fyrir hrun, þegar þeir voru að senda peninga heim, þá þurftu þeir að borga helmingi færri krónur fyrir slótíð heldur þeir þurftu svo eftir hrun. Sem bara svo þið hafi það í huga, það var hagstæður og við þessum að krónan náttúrulega hrundi gagnvart erlendum gjaldmiðlum. En hérna við tekkuðum, við kannuðum hvernig þessi hópar voru, þeir mjög líkir í öllum borgunum. Svipaður aldur, meðalaldur cirka 35 ára, kynjaskipting minnst á Íslandi, þar að segja mestur kynjajöfnuður, núorðið, 55-45, í Oslo var það 60-40, það eru langflestir pólskir karlmenn í Oslo að vinna í byggingavinnu, 80-85%, langflestar kvennanna eru í þrifum í heimahúsum, það fyrir helmingur. Menntunarstig er mjög líkt, 20% háskólamentað fólk, þar af helmingurinn með masterspróf, 20% bara með grunnskólapróf, restin af í öllum borgunum er fólk sem er bara fína iðn- eða tæknimenntun og framhaldsmenntun og tæknisvið eins og skólakerfi var hérna áður að fór í tækniskóla og fór svo í framhald og svoleiðis. Þannig að það er geysilega margir með slíka menntun í farteskinu. Reykjavík sker sig aðeins úr af því leyti að það er meiri dreifing á milli starfsgreina, þeir eru dreifðari, það er ekki eins konsentrerað í einstakar starfsgreinar. Kynjajöfnuður er meiri og svo er miklu mun meira hérna það að makar búi á Íslandi en ekki í Póllandi. Þannig að fjölskyldan er all hér og þeir eru langflestir Pólverjar á Íslandi eiga pólska maka, yfir 90%, þeir sem eiga maka. En ég ætla að segja ykkur frá launakjörunum og það er það sem búið verið að tala svolítið hérna undanfarna daga og við reiknuðum það út í slótís eftir starfsgreinum og meðal laun þvert á starfsgreinar og meðal við kaupmátt launa og þessar nálguðust það frá ýmsum hliðum. Já, bara svo því sem haldið til haga, þið vitið þetta nú flest, að þá er útbreiðsla stéttarfélagsaðildar svo hæsta í heiminum á Íslandi. Hún var þarna 2010 eða 9 85%, meðan 52 í Noregi, 68 í Danmörku, aðeins herri í Svíþjóð og svipuð í Finnlandi. 80? Hún 85. Og það sem var merkilt með Pólverjana, við spurðum hann hvort þeir hefði verið stéttarfélagi heim í Póllandi, þá svaraði 15% já. Það er alveg í takt við landsmeðaltal þar, alveg á pari. Svo spurðum við, þið í stéttarfélagi hér? Og þá sagðu 80% já. Og það er alveg í takti við landsmeðaltal hér. Og þetta er vert að hafa í huga því þetta skiptir sköpu líka þegar þeir voru komnir í bæði þetta og eins það þeir voru beinráðnir. Langflest 80% Pólverjana hérna voru beinráðnir hjá atvinnurekanda. Ekki í gegnum starfsmannaleigur eða þriðja aðila. Og meðan annars staðar að þá voru þessar tölur í Oslo ekki nema fjórðungur sem var þeir voru langtíma ráðnir hjá heima fyrirtækjum, eða íslensku fyrirtækjum með langtíma ráðningu 80%, ekki nema 25% í Oslo og 36% í Danmörku, eða í Kaupmannahöfn. Svo eru sumir tímabundnir, þannig að það er svona meir og þó nokkur hluti hjá starfsmannalegum og svo framvegis. En ég ætla að segja ykkur frá laununum og við bárum saman sem sagt meðal tímakaup-starfsmanna eftir mismunandi atvinnufyrirkomulagi og líka sem sagt eftir starfsgreinum og svo bara þvert yfir allar greinar. Og hvað er mikið tíma? Smá? Já, svona. Já, ok. En hvað? Sem sagt, laun eru, og skildi kannski ekki koma neinum á óvart, þau eru 5 sinnum hærri í Oslo heldur en voru heim í Póllandi. Þeir eru að fá cirka 71 slóti þar á tíma. Og það eru svona 3.000 kall, eitthvað svoleiðis. Og meðan að ég ætla aðeins að bara finna svo ég geti, sem sagt, meðallaun í þarlendum gjaldeyri í borgunum. Ég ætla aðeins að lesa það fyrir ykkur. Á Íslandi var það tímakaup 1203 krónur
lágmark 532, hámark 3721. Meðallaun 1200 krónur. Í Oslo voru meðallaun 142 norskar, það má reikna það með, það svona 3.000 kall á tíman. Meðal. Og lægstu laun 30 krónur norskar og hæstu laun 332. Í Danmörku voru meðallaun 116 danskar á tíman. Ég sé að hann með tölvu þarna, einn í horninu, hvað er 116? Já, þetta ég ætla að segja ykkur að... Það er 21,3. Það er gengi. Hvað er 116? Hvað sagðir? 116 danskar. 2500 kall. Já, það er yfir lægra heldur en í Oslo. Sinnum hvað? 21,3. Nei, ég er bara að segja ykkur, ég er bara að bera þetta saman. Ef það er 1200 krónur hér og 2500 krónur í Kaupmannahöfn, þá sjáum við það í hendi ykkur að það eru töluvert hærri laun, eða 3.000 krónur í Oslo. Það segir þá ekki alla söguna vegna þess að við verðum alltaf að reikna líka eitthvað inni sem heitir kaupmáttur. Hvað fær maður fyrir kaupið sitt? Það kemur á daginn að þó það sé hærra kaup í Oslo, það er bara miklu hærra kaup í Noregi yfir höfuð, að þá fá þeir ekkert endilega mikið meira fyrir krónum sína heldur en sá sem vinnur í Kaupmannahöfn. Hins vegar fær íslenski starfsmaðurinn, pólski starfsmaðurinn á íslenska vinnumarkaðnum helmingi minna fyrir sína krónur heldur en kollegar hans og samlandar bæði í Oslo og Köpen. Og hann fær færri krónur. Hann fær færri krónur og fær helmingi minna fyrir þær. Þannig að það er hlutskipti sem sagt pólska starfsmannsins á Íslandi og miðað við svokölluð markaðslaun á íslensku vinnumarkaði sem eru tíðkuð hér, að þá fær Pólverjinn 57% af því sem Íslandingurinn þénar, meðan að í Kaupmannahöfn fær hann 85% og í Oslo fær hann 65%. Tölurnar breytast aðeins þegar við fórum að skoða einstakar starfsgreinar, þetta lagast aðeins í byggingariðnaði hérna, þá fá þeir eitthvað 70%, en þetta er sem sagt meðaltal og það er langsamlega lagst. Og Sigurður Bessarsson er afskaplega ósáttur við þessa niðurstöðu og segir að þetta get ekki staðist. Ég skal ekki hann verður að standa skil á því, en eftir þess... Hann formar Eflingar, já. Og ég held að skýringuna sé að finna í því að, þegar maður er að koma nýr til einhvers lands og talar ekki tungumál og þekki hvorki haus eða sporð á samfélaginu eða menningunni eða réttindum eða einu en einu, að þá er ákveðlega hæpið að fólk viti það að hér tíðkast ekki að greiða lægstu taxta. Þið viti að íslensk lög eru þannig, lög launakjör eru þannig, að laun eru ekki, það er ekkert sem heitir lögbundin lágmarkslaun í þessu landi. Það er hvergi á Norðurlöndunum lögbundin lágmarkslaun. Það tíðkast eins og í Bretlandi, Bandaríkjunum og Þýskalandi. Aðallega vinnumarkaðar sem ekki sjá það. Vegna þess að þeir finnst að þeir missi þá einhver ákvörðunarvald þarna. Hins vegar eru lög hér frá 1980 sem kveða á það að sérhverjum launagreiðanda, launagreiðanda sé skylt að greiða launþegum laun sem fari aldrei niður fyrir lægstu taxta í kjarasamningum. Skiljið mig. Þá er það orðið ólöglegt, þá er það undirborgun. Lög innan ramma lagana. Það sem gerist hins vegar að öllum líkindum þegar þessu stóru straumar fara að koma hérna inn, að þá er farið að praktísera það að borga lægstu strípaða taxta. Skiljið hvað er að fara? Og þess vegna eru þeir svona miklu lægri. Meðan að þeir voru aldrei brúkaði fram að því nema kannski eina viku fyrir úlinga á sömrinni eða eitthvað slíkt, það er bara tíðkaðist ekki. En þetta fólk veitir náttúrulega ekki af þessu og er kannski ekki endilega það fyrsta sem það gerir að fara í einhverja brjálaða stéttabaráttu ef maður flytur í nýtt land. Og við talum ekki að miða við launin, Íslendingar eru ekki að rífast í Noregi, það hringdi mér maður í gær smiður sem hafa verið í Noregi og sagði Íslendingar eru tilbúin að taka vinnu sem er miklu sem að Norrlendin fullsætt. Þeir sætta sem við læri launakjör í Oslo heldur en þannig að það er líka partur af þessu. En ég er með heilmikið af annars konar upplýsingum sem ég ætla nú ekki að vera að fundi ykkur annað en það, plúsinn við íslenska vinnumarkaði sá, að þeir eru beinráðnir og líka bara að það verður að halda því til að það er gott,
að þeir hafa virðast pólskir starfsmenn hér á vinnumarkaðnum virðast síður hafa orðið fyrir því að vera sviknir sko yfirvinnu. Það hefur borðsöld af því í Oslo að mennur þeim ekki borgu yfirvinna. Það hefur verið hóta á atvinnurekanda, slíkt allt svoleiðis neikvætt sko er í miklu lágmarki hér. Við komum miklu sterkar út hvað það snertir allt saman. Og þeir vissulega höfðu, af því Þorleifur var nú að tala félagslega aðstoð, að þá skipti það sköpum þegar hrunið dundi að menn voru fastráðnir og hafðu rétt á atvinnuleysisbótum. Sá sem vinnur á eigin vegum við Þrif í Oslo hefur ekki aðgang á atvinnuleysisbótum né heldur fæðingarorlofi eða veikindaleyfi eða neinu slíku. Þannig að á því sviði stöndum við okkur mjög vel. En launin eru bara afspyrnur lág. Og miðað við Íslendinga líka og þykir okkur Íslendinga þá nóg Þannig að ég held ég láti þessu bara loki núna og þið getið þá bara punda á með spurningum á eftir. Takk. Takk fyrir. Eitthvað sem brennur á eða að fá þriðja frumalanda bara. Það Guðmundur Magnússon, fyrrverandi formaður Öryrkjabandalagsins. Ég ætla ekki vera langorður, ég ætla bara rétt að svona tikla á þessu hvernig staða öryrkja náttúrulega fór alveg hræðilega í hruninu og ég með tölur frá ársgamlar tölur sem leiðar í janúar 2013 að þá höfðu þær breytingar orðið að neysluverðsvísitala frá 2008, það að segja frá því þá neysluverðsvísitala hækkað 20,5%, launavísitala 23,5% en meðaltekjur öryrkja aðeins 4,7%. Þetta náttúrulega svakalega mikið. Frá 2008? Frá þetta janúar 2008 til janúar 2013. Þannig að það alveg mjög gáðandi og hérna þetta bil hefur ekki verið að minnka núna undanfarið. Og þannig að maður sér það hendur sér að þessi hópur sem var fyrir klárt máli stærsti hópur fátæks á Íslandi einmitt öryrkjar. Það nýgengni eða nýliðun í hópi öryrkja að stærstum hluta konur aldrinum 40-50 ára og það stóðkerfisvandi hjá þeim sem og þetta eru konur sem búin að vera í erfiðisvinnu, þetta eru sjúkraliðar, þetta eru konur í verksmiðjuvinnu, konur í þrifum og framvegis. Konur sem hafa líka verið styttra á vinnumarkaði. Það eru með mjög lítinn lífeyrissjóð. Og svo til þess að bæta gráónsvar að þá fann Jóhanna fann upp kom aftur með inn framfærsluuppbótina sem átti að vera fyrir þá sem væri allra lægstir. Þetta setti hún inn í september 2008, rétt fyrir hrunið og sem gerir það verkum að þessi bótaflokkur ekki nefnilega hluti af tryggingakerfinu, heldur þetta félagsleg aðstoð. Og síðan byrjaði á því að skerðast alltaf krónum út í krónu, alveg sama hvaðan peningurinn kom. Þannig að fólk sem fékk til dæmis eitthvað svolítið bætur vegna lyfja og lækniskostnaðar, sannarlega lyfja og lækniskostnaðar, þetta kom með reikninga fyrir og framvegis og þannig að það mér bara hluta af því það hvarf inn í þennan bótaflokk. Þannig að það skiptir ekki máli hvort að þú hafðir ekki neitt þess að ekstra eða allt upp undir kannski 50-60.000 krónur. Segja í lífeyrissjóðsgreiðslum þannig að lífeyrissjóðsgreiðslunar þær bara hurfu þarna inn í þetta. Þannig að það svona, það svolítið erfitt að vera
sýna til svona, þetta er svona bara dæmi það hvernig hvernig ríkissjóður og ráðamenn hafa notað svona blettingaraðferð. Þetta er svona mjög skýr blettingaraðferð. Það er verið að tala að svo mikið sé sett í þetta, en það er megnið þess að kemur tilbaka. Það er eitt sem menn gleyma alltaf, að það sem sett er inn í lífeyrisgreiðslurnar kemur tilbaka. Þetta er allt saman skattskylt. Það er líka það er alveg ljóst að allur þessi peningur, hver einasta króna, hún fer í eyðslu, hún fer í umferð. Hún fer ekki á tortúla eða eitthvað svona þar sem hún hverfur. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þetta er að þegar verið að tala að þetta sé verið að eyða í framfærslu, eyða í þennan málum, þá er það ekki rétt. Það er verið að fjárfesta. Það er verið að fjárfesta í fólki. Og við dættum í huga því að komum svona beinu framhaldi af pólverunum, að þá það er líka til eitthvað sem heitir búsetuskerðing. Það er að segja að þegar þú fatlar, þá bara slatti af eðlilegum ástæðum, þá eru orðnir slatti af pólveri sem eru á örorkubótum hér og eru skálsettir hér þó, heldur en þeir væru í Pólandi. Þessum að tryggingakerfið þar er líklega mun lagara, eftir sem ég skilst. Og þá það þannig að þú færð bætur, örorkubætur, þetta er bara örorkubæturnar, það er öðruvísi með ellilífið. En örorkubæturnar eru þannig að þú færð að hlutfall af því vinnutíma, það er að segja frá 18 ára aldri til 67 ára, framreiknað. Þegar þú slasast eða veikist. Og þetta kemur líka til þess að þetta kemur niður á fólki sem hefur farið til útlanda í lán, verið síðan upplátt að ná sér í reynslu og fyrir að vinna þar og einhvern tíma, kemur síðan heim, svo er það bara rétt komið heim þegar það kannski slasast eða lendir í alvarlegu veikindi. Og þá hugsunin er svo að landið sem þú varst í þennan tíma, að það eigi að borga mismun. Og nú skulum við segja, já, þetta hlýtur að vera allt í lagi ef þú ert bara frá Norðurlöndunum. Það er alveg sama kerfi eða þannig, eða svoleiðis. Það er bara alls ekki. Því miður. Þá er það er eitthvað af því að þú færð líka frá, en það er líka í stórum hluta og þetta er svolítið vegna þess að Tryggingastofnun hefur verið mjög léleg að vinna fyrir fólki. Þetta er komið til öryrkjabandalagsins vegna þess að Tryggingastofnun hefur sótt en vegna þess að það var kannski ekki alveg verið fullkomið umsókninni eða eitthvað slíkt sem gerir það verkefni að þeir í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi þeir segja bara, þetta er ekki fötlun frá okkur. Þú er ekki varanleg fötlun. Þetta er eitthvað svo þú fer í endurhæfingu, þannig að þú fengir einhver lífur mögulega eða eitthvað, þannig að þetta stenst ekki inn í kerfið. Og þetta er með sér svo erfitt að töluðum það Svíarnir. Ég var nú reyndar svo mikið á nóti yfirfærslunni, svo líkið til sveitafélaga þá var gott að fá eitthvað svona, þó það sé líka slæmt. En málið var að þetta er allt saman, þessi mál eru hjá sveitafélögunum. En það gerir það verkum að það er mjög mikill munur á milli sveitafélaga. Þú getur lent í því að fá viðurkenningu á örorkuðinni eða slíku og hjálpartæki, þú fær það í einu sveitafélaginu, þú eru að skila því í næsta sveitafélag og byrja þar að sækja aftur. Þannig að það, já, og þetta eru sveitafélag sem eru á fullu að sameinast vegna þess að þeir eru svo lítill, þau eru ekki nema svona 4-5 sinnum stærri heldur en Ísland
hvert sig og þeim finnst ekki vera nægilega sterk til þess að geta staðið undir þessum og við erum að splitta upp okkar litla Íslandi. Að þegar yfirfærslan fór fram til þegar við árum sér, þá vorum við með jafnmörg sveitarfélög eins og Danir. Danir höfðu verið á árið undan þetta. Þá byrjuðu þeir að sameinast mikið. Þeir voru með þetta hjá öfnunum, sem svona stærri einingar en svona eitthvað svipað á sýslunar hjá okkur. Og þegar þetta fór yfir til sveitarfélagana þá höfðust þeir við að sameinast. Og það er mjög misjafnlega látið af því hvernig það tókst til. Til dæmis í einu sveitarfélagi að þá færð þú bara að fara í bað þegar þú þarft og færð aðstoð við það þegar þú vilt. En bara hinn með göttuna, það er komið annað sveitarfélag, að það færði ekki nefnir mestarlega kannski 1-2 viku. Hvort sem þú þarft þessi eitt. Þannig að það er svona, þetta getur verið mjög mismunandi þannig að þjónustan er nefnilega svo mikilvæg. Þjónustan er svo mikilvæg vegna þess að hún skiptir öllu máli. Við Þorleifur vorum að vera að kynna skýrslu sem að Öryrkjabandalagið og Félagsvísindastofnun og Rannsóknarstofnun í fötlunarfræðum eru að klára núna, eru að ganga frá. Það eru að byrja að koma fyrstu niðurstöður. Og það er bara svo óbúslega stór hópur af öryrkjum sem að situr heima og er ekki í vinnu, ekki í námi og er ekki virkur í samfélaginu. Ég meina, auðvitað það er einhver af þessum hópi getur ekki unnið, er bara útkerður, getur þetta ekki. En að vera ekki virkur, vera ekki einhverstaðar heita fólk og bara, þetta fólk verður bara veikar og veikar og veikar. Og dýrar fyrir samfélagið leikjum að þannig. Þannig að það er svona, og svo bara svona rétt í lokin, ég ætla að fara yfir þetta svona, sko, hvernig velferðarstjórnin fór með okkur, að það var ekki mjög glæsilegt. Auðvitað, sko, hrunið kom niður á öllum, það er ekki spurning. En það eru öryrkjar og ellilífeyrisþegar sem fá fyrst að finna fyrir. Með því að það var þó í lögum og búið að vera í lögum í 15 ár að lífeyrissjóðsgreiðslur, þær skyldu hækka á hverju ári miðað við framfærsluvísitölu eða launavísitölu eða þá vísitöluna sem væri hærri. Þannig að það átti alltaf að halda í við verðlag. Það var meiningin, það var hugsunin. Og Davíð Oddsson lét það hafa eftir sér þegar þessi lög voru sett að nú væru lífeyrisþegar konur bæði með bestu vaxtarna. Og þetta er svona svipaði svo með bankana, fjármálastofnunirnar, sem hafa bæði vexlaða bestu vaxtarna. Þannig að svona skemmtileg samlíking. En þetta var sem sagt tekið úr sambandi 1. janúar 2009. Og í staðinn fyrir að þá var, ég hefði átt að hækka lífeyrisgreiðslur 19,6% ef ég maður rétt, þá hækkuðum 9,6% nema helvítisbótaflokkurinn, en það er það sem ég kalla framfærsluuppbótin, að hún hækkaði þessa fulla 9,6. Það er bara lítill hluti, þetta kom sér, sko, þannig að þetta var bara verið að blöffa. Og eins og þið sjáið, það er sko mjög stór hópur, það er allavega einhver hópur sem er ekki mikil hópur sem er með sterkan lífeyrissjóð. Það eru frekar fáir og lítill hópurinn öryrkja sem er með mjög sterkan lífeyrissjóð. En það er eins og þessar konur sem er að koma inn, þær eru með einhvern lífeyrissjóð, þær eru með þetta 20-30-40.000 krónur sem þær eiga rétt á úr sínum lífeyrissjóði. Hann hverfur þarna bara mjög.
hann hefur bara meikar ekki diff þess að draka þessu í gamla. Það skiptir engum máli hvort þú ert að fá þessu en myndi muna því öllu. Þetta er rétt ímyndaður. Fólk sem er að greiða kannski 3/4 launa sína í húsaleið eða húsnæðiskostnað. Fyrir ekki, færði það ekki, sem sagt, Jú, það er húsaleigubætur, sko. Reyndar Reykjavíkurborg ennþá að draga lappirnar í því að ef þú leigir hjá Brynju hússjóði eða öryrkjabandalagi eða blindrafélaginu eða sjálfsbjörg eða sem tekur upp svona félagsfélög, að þá er það ekki sérstakar húsaleigubætur. Og fyrir nokkrum árum síðan að þá kærðum við þetta til félagsmálaráðuneytisins og félagsmálaráðuneytið úrskurðaði að þetta væri ólöglegt. En þetta verður lagað leið og þetta verður tekið saman fyrir í heild sinni og það verður alls konar mótbárum þannig að þetta hefur verið svona draga lappirnar með að klára þetta. Það er bara að gera þetta, klára þetta, allir fá þetta sem að uppfylla önnur skilyrði. Og það er þá fyrst og fremst tekjuskilyrðin og til þess að fá að leigja hjá til dæmis Brynju hússjóði þá þarf það að vera 75% öryrki. Þannig að það er nokkuð víst að það er langt flestir sem myndi uppfylla skilyrði sem er það. Og það er ekki svo mikil munur á húsaleigu á þessum stöðum. Og húsaleiga á öryrkjabandalaginu er ekki niðurgreidd. Alls ekki. Hún er bara reiknuð, þetta er bara staðall, það er fundið út hvað til þess að dekka kostnað, viðhaldskostnað og allt þetta og fjármagnskostnað og framvegis, að þá er bara ákveðin prósenta af húsnæðisverðinu og svo borgar bara húsaleigu samkvæmt því. Og síðan hækkar hún, svo hækkar þetta eftir verðlagi, sem verðlagsvísitala. Og sem þýddi það að fyrsta árið eftir hrun, fyrsta 1-2 árið, að þá var meðan bækurnar stóðu í stað eða frekar rýrnuðu miðað við verðlag, að þá fór húsaleiga upp úr öllum völdum. Og húsnæðiskostnaður, lánin og eins og við munum eftir og svo að þú myndist á að pólverðinir eða útlendingarnir væri ekki mikil stór hópur til þess að treysta á í kosningum, þannig að þeir var ekki svona til þess að komast þeir áfram þar. Það var nefnilega það sem með svolítið annað nefnilega með ellilífeyris og örorkulífeyrisþega. Og þetta sá Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn í vor. Og það var lofað, skerðingarnar afnumdar strax, lagfært allt saman bara, þú veist, strax. Svo hefur verið þetta með strax, feitist í nýja breytingu, nýja skilning, sko, það er mjög tegalegt að þetta er strax. Reyndar ég þetta ekki í hug, strax er reyndar til í sænsku líka, en strax þýðir bráðum þar. Það er rétt bráðum. Það er rétt bráðum, já. En í hollensku þýðir eitthvað svona, bara eitthvað tíma. Já, akkurat. Þannig að þeir hafa notað sér hollensku þýðingun á strax. Það er svo á morgunin á spænsku. Það er bara morgunin. En þannig að ég bara svona vildi velta þessu upp bara að þetta er hópur sem stendur mjög illa og kannski, bara eins og aðrir hópar sem standa illa, að þá náttúrulega til dæmis eins og með útlendingarnir sem pólverðinni, að þeir standa enn verr. Má ég aðeins skýra það út, að þú sagðir, ég náði ekki alveg, reiknast örorkubótarétturinn eftir lengd búsetu í landinu? Í landinu, já, á Íslandi. Þannig, já, það var eitthvað sem sagði, í félagsráðgjöfum sem sagði við mig daginn, já, þú ert búin að búa svo lengi í útlandu, þú aðtöfst það. Já. Og það hefur skemmst rétturinn og þá gæti nú svarað, var á rokkinu og sagði, ég skipti aldrei lögheimili.
Þannig Já, að ok, já, hérna, við veit. þá hef ég sennilega bara alltaf verið skráð. Skráð á Íslandi. Það bjargar við, sko. En svo er þetta, sko, munur, sko, hvort að það er innan EES. Já, eða utan. Eða utan. Fyrir utan þá er ekki neitt, sko. Aftur á móti ef það er innan EES, þá er þó yfirleitt, sko, eitthvað sem heitir örorkubætur frá þessum löndum. Það er bara rosalega lítið og lágt. Þá er töfur miðað og þannig að það er svona. En hérna. Hvaða fjölda erum við að tala um á landsvísu? Hvaða fjölda erum við að tala um á landsvísu? Með sem sagt örorku skírteini eða sem sagt, já, að það eru 16.000 manns sem er sem sagt örorkulífeyrisþegar, en svo sko, svo getur það verið sko með minni en 75 sko. Og þá er það bara fastlega. Þið erum að fara 75 og meira sem með skýrtum? Já, jú. En það eru 16.000 manns? Það eru 16.000 manns. Er það svipað hlutfall við erum að? Já, mér sé að við erum ekkert ekki. Já, og það er svona, það er mjög svipað við Norðurlöndunum og hérna það var gerðar kannanir á undanförnum árum og það sýnir það að það er nokkuð hátt hlutfall sem er að vinna hérna en er með mann. Og þess vegna er svo mikilvægt sko, að bera ekki saman sko, hækkun örorkubótara per se heldur meðan tekjur öryrkja. Já, því að þarna kemur inn, eins og segi þarna kemur inn lífeyrissjóðir, þarna kemur inn mögulega einhver vinna, hlutavinna, en það vegna helvítisbótaflokksins að þá hérna hefur það orðið þannig að fólk sem kannski var með einhverja smávinni, það bara, það hættir. Það breytir ekki nokkuð. Það var kona sem var vann við það að tókaði sér að vera með kaffi á fundum hjá Öryrkjabandalaginu. Það byrjaði nú vegna þess að hún bjóð þarna í húsinu og þetta var einhverjum 10.000 kallar okkur, kannski á mánuði. Munaði bara verulega. Svo flutt hún en hélt áfram þessu því henni fannst þetta svona bara notalegt, hérna geta komið þarna og strætó bara passaði ágætlega þarna rétt hjá og svona, þannig að þetta var rétt hjá þessum bjóð, svona, það var fínt mál. En svo, sko eftir þetta, þá var þetta þannig að það breytti engu og hún var farin að borga með sig vegna þess að það var svo dýrt að fara í strætó. Það er bara ekki. Þannig að það er svona, já. En eru örorkubætur alltaf skattskyldar? Já, já. Það er allar skyldur fyrir ástæðuna fyrir því. Hvað er mótstu að taka skatt af einhverju sem okkur borgarinn fá lægri örorkubætur? Já, jú, þetta er einhverjum sko, en það er hérna. En það má líka segja sko að út af fyrir sig að þá eru þessar bætur, já, sem eru kannski fyrst og fremst bara samfélagslaun. Þetta eru bara þau laun sem þú ert að fá. Það er eðlilegt að meðan að fólk sem býr næstu íbúð er á þessum undirtextum sko, lágmarkstextum, er kannski með minni pening á mánuði eða svipað. Og ef það á að borga skatta þá er þetta að borga það, þú veist. Það er bara... Nei, ég skil bara ekki, okkur lækkið ekki bara, skilur við, ef þú ert að fá 200 krónur í öryrkjabætur, bara einhver tala, þú ert að borga skatt af því. Akkur borgar ekki bara 150 skatt. Hver er ástæðan fyrir að taka hann 50 skatt? Já, ég held að þetta sé þannig, að þetta sé bara, þú veist, það eru bara, allar tekjur eru skattlaðar. Þú veist, það er bara, gengur þannig yfir. Já, ég er bara veltað fyrir hver er ástæðan fyrir, veistu ekki bara? Ég veist þetta bara mjög Og líka spyrja þetta sama ráðherralaunin til dæmis. Akkur er ekki það ekki? Það er bara að sleppa bort skatt á það minna og móti kemur persónuafslátturinn sko. Það er hann sem það er eiginlega eina, sko, við getum hækkað alltaf persónuafsláttinn eins og við viljum.
Mér finnst þetta bara, ef maður lítur þetta bara eins og hverjum laun og þetta náttúrulega bara líka, þú veist, fólk sem fer yfir ákveðið skattleysismörk, það náttúrulega tekur þátt í að greiða samfélagið, hvort það eru öryrkjar eða láglaunafólk eða hálaunafólk, það bara svoleiðis. En það, ég meina, 1/3 vinnumarkaðarins opinberir starfsmenn, við getum alveg sagt að þeir fólk ekki skatt og fá bara rosalega lág laun. Það var reyndar að mig. Já. Það var mikið, já. Það er kannski spurningin líka að hafa rétt á því að taka þátt í samfélagi. Taka þátt í samfélaginu og vera... Já, ég held að það sé sjálfsögðingaratriði. Algjörlega. Jæja, takk fyrir og seinastur sem tekur til máls sem frummælandi er Ragnar Þór. Það fer svo vel. Og svo höfum við fyrirspurnar eftir. Ég heiti Ragnar Þór, ég er hérna á sæti í stjórn VR sem er stærsta stéttarfélag á Íslandi og ég er búinn að eiga sæti í stjórn VR í 5 ár, kem inn í gegnum svona hallabyltingu sem var gerð þegar félagsmenn blöskraði tengsl formanns félagsins, formanns stéttarfélags við bankakerfið og lífeyrissjóðakerfið. Ég hef svona verið að skrifa svolítið og gagnrýna lífeyriskerfið og verkalýðshreyfinguna. Svo komið á þá hvergi á byggðu bóli fara hlutfall af fólki sem greiðir til stéttarfélaga. Og lífeyrissjóðakerfið orðið þetta alstærsta innflýsu með að við höfðatölu og landsframleiðslu. Og það sem ég er svona verið að velta upp er kannski og vera að benda á hvernig kerfið er orðið íþyngjandi fólki og tekið kannski svolítið þann vinkilinn á það og við datt þessi hug kannski að velta upp hérna þessu fundi það verður kannski að ákveða fyrirfram hvað við ræðum alveg en kannski velta því fyrir sér hvort það sé að breyta þessu og hvar svigrúmið sé til þess að gera betur vegna þess að spurningin er að lifa á lágmarkslaunum hún er mínu mati augljóslega nei allavega ekki svo mikið af og það er kannski maður byrja kannski að hvað er svigrúmið og af hverju er staðan við erum með verkalýðshreyfingu sem virðist vera algjörlega máttlaus í því að svona, koma með einhverjar róttækar breytingar sem skipta einhverju máli við sjáum það kannski kjarasamningu núna að það eru launahækkun 2,8% út frá verðbólguspá við verðbólgu markmið Seðlabankans sem er 2,5%. Þeir eru aldrei staðist frá því mælingar hófust. Og svigrúmið til kaupmáttar á að vera frá þessi 0,3% út frá þessari hugmyndafræði sem hefur einhvern aldrei gengið upp eða allavega ekki síðan ég byrjaði að skipta mér að þessu skoða þetta. Og bara ef við tökum verðtryggða umhverfið þá hef ég tekið dæmi eða með 10 milljóna verðtryggt lán og nota þetta viðmið Seðlabankans 2,5% sem hefur aldrei staðist frá því mælingar hófust. Notum 400 krónur á mánuði og fær 2,8% í hækkun. Það sem hækkunin skilaði í útborguðum launum þá tekur þig 3,5 ár að borga upp verðbæturnar á þessu 10 milljóna krónum með hækkunum. Þetta er bara liggur fyrir og það er að fara í hvaða reiknivél sem er og fá þetta út og síðan heyrir maður aðila vinnumarkaðar eins og þú sérstaklega formenn verkalýðsfélaga margar hverjar tala kaupmátt sem enginn virðist finna nema og taka eftir og sjá hjá sjálfu sér nema hagfræðingar Alþýðusambandsins sem fá þetta einhverju sínum reiknivél með sínum forsendum. Ég spurning með kaupmáttinn. Já. Kom fram á það líka. Er hann örugglega rétt reiknaður? Við erum með hæsta bensínverði í heiminum, hæstu matvælaverði í heiminum og svo framvegis. Er þetta örugglega rétt reiknað? Það er einmitt það sem ég hef verið að gagnrýna og ekki bara ég hef ekki margir að hvernig kaupmáttur er reiknaður af launum. Þetta er náttúrulega algjörlega galin framsetning hjá Alþýðusambandinu. Þetta bara stenst enga skoðun.
Það sem að, og bara fyrir þess eitt lítið dæmi sko ríkisstjórnandi eða tökum bara Gylfa Arnbjörnsson sem dæmi, hann er ákveðinstefnandi, hann er nú forseti Alþýðusambandsins, talsmaður Alþýðunnar, að hann lendir í kaupmáttarrýrnum þegar launin hans hækkun kannski 20.000 til ráðstöfunar og svo kannski lánumaður sem að fær kannski 5.000 til ráðstöfunar að hann fær aukin kaupmátt en Gylfi hann lækkar í kaupmátt. Hvernig var það? Vegna þess að það er svo mikið kaupmátt fyrir, sko. Já, sko, ef þú hækkar 1 milljón 2% en hækkar lægstu launin 2,8% og það er kannski 2% verðbólga, þá stendur kaupmáttur Gylfa í stað en kaupmáttur lægstu launina, hann er reiknaður upp. En það veit allir sem að kunna reikna við ykkur bónus og verðsum fyrir prósentur. Má ég að skjóta inn í bara svo því sem haldið til haga. Í þessari skýrslu, þessi kaupmáttur sem ég var að tala um áðan, hann er reiknaður út samkvæmt einhverjum stöðlum hjá OECD. Nei, í þessari rannsókn hérna, það var bara reiknað, það voru bara einhverjum, sko sem ég er ekki hagfræðingur og kann ekki að fara með það, en það er einhverjir staðlar í OECD útreikningum fyrir hvert land og þetta er einhver rosalegir útreikningar, en niðurstaðan var þessi. Ég veit ekki hvernig það er talið, þannig að það er, já, þetta er einhverjir flóknir útreikningar, en það kom mér ekkert á óvart að kaupmáttur væri helmingi minni hér heldur en í hinum flóknum, þannig að. Ég get bara sagt hvernig kaupmáttur reiknað út, það er mjög einfalt reikningsdæmi, það er kaupmáttur, það er kaupmáttur, það er launavísitala og neysluvísitala. Þetta er rauninni það sem að, síðan getum við kannski séð, og það er svo margt sem getur haft áhrif á launavísitalunum, að menn hafa verið að taka sko lítil bil hing og þangað í stefna kannski mestu niðursveiflunum og þetta er þessi fólki sem á að vera að tala fyrir okkar hag í samfélaginu. Það er að skrumskæla niðurstöður og tölur til þess að líta betur út og ég kannski kemur aðeins inn á það til smástund en það miðar að því að við getum verið með greiðar launaskrið æðstu stjórnanda eins og við séum umræðin undanfarna daga fórstjórar Haga og ríkisstjórnin það með 8 og 9 milljónir í mánaðarlaun fórstjórar enn eins með hátt í 5 milljónir og svo náttúrulega fríðindi ofan á það fríðindi í séreignarsparnað framvegis að sko launaskrið þeirra sem að hafa það best í þjóðfélagi það er launaskrið það mikið þá ível það upp launavistum og síðan fara menn og rinja einhverjum tölur og segja herru, nú er launavistan, hún er að hækka bara tölvöld mikið það er allir hafa það rosalega gott og síðan veljulegt fólk sem þeir sem ekki bónus og það allt bara kostar einn gulur bóki, það kostar bara 12-14 skónur og þú veist, það sér enginn hennar kaupmátt og ég hef verið að benda líka á svolítið einmitt þetta sko bæði ósveigjanleika kerfisins og uppbyggingu kerfisins þá er ég að tala um lífeyrissjóðakerfisins, verkalýðshreyfingarinnar og sem sagt ríkisins. Ef við tökum bara skattaprósentum sem er sem sagt ef við miðum 40% og tökum síðan lífeyrissjóðaiðgjaldi sem er 12%, við erum með rúmlega 7% tryggingagjald. Þannig ertu komið með sko 60% af vinnuframlaginu sem búið er að eyrnamerkja til einhverja aðila. Síðan að skipta sveitarfélögin og ríkið með sér form útsvars og skatta. Síðan kemur annar athyglisverður hlutur og það eru allir sjóðirnir sem er í kringum verkalýðshreyfinguna. Það er sjúkrasjóður, það er 1%, það er orlofssjóður, 0,15% til dæmis eitthvað slíkt og það er mismunandi eftir sjóður, starfsendurhæfingarsjóður, starfsmenntunarsjóður og svona COI endurhæfingarsjóður hingað og þangað. Það er aldrei samið um laun, aldrei. Ég hef alltaf ekki orðið var við það, nema að þessi stofnaði nýr sjóður eða framlag hækkaði í einhverja sjóði sem þarf fyrir verið. Til dæmis, núna í síðustu kjarasamningum, og það fór ekki hátt, þá var framlag í starfsmenntunarsjóði hækkað 50%. Kjarasamningunum þar á undan, þá samsettu aðila vinnumarkaðarins að bæta í einhverja sjóði líka og þeir stofnuðu sem sagt endurhæfingarsjóð sem á að fækka öryrkjum og kostna öryrkjum. Á kostna? Já. Það er einmitt, þetta er bara hugmyndafræði og sem sagt, og í
sömu samningu þá var ákveðið að hækka lífeyrisgjaldið úr 12% í 15,5%. Vegna þess að lífeyrissjóðakerfið stendur ekki undir sér. Og þetta er rauninni svar aðila vinnumarkaðarins að að mæta rauninni ekki að mæta til vanda opinbera kerfisins, hallið þar er ykkur 400 milljarðar, það er meira en æsir var þegar vest var á litinn, að vandinn er gríðarlega það. Og til þess að mæta vandanum þá ákveður að reyna að taka almenna kerfið og reyna að skrúa upp fyrir réttindi opinbera kerfisins. Það meina vandi opinbera lífeyrissjóðs? Já, þeir eru ekki að leysa vanda opinbera kerfið, þeir ætla að taka almenna kerfið og reyna að skrúa það upp þannig að almenna kerfið hafa svona sé á pari við opinbera kerfið. Það er að segja að við fáum þá hærra hlutfall af meðalögnum okkar alla ævi þegar vinnuskipti byggur. Og þá hugsa maður hvað er svigrúmið til þess að gera betur. Við erum með kerfi sem er búið að eyrnamerkja, þá vorum við bara vinnuframlegið. Þá verðum við að taka launatengd. Það kostar atvinnulífið að hafa því vinnu, hann borgar tryggingagjald og hann borgar í alla þessa launatengdu sjóði. Þegar þetta hlutfall er komin í 63-4% af vinnuframlegið sem búið að eyrnamerkja, það kemur ekki bara að brota þessu fram á launasæti. Og svo fer þetta í skattkerfið, við fáum bætur tilbaka. Við fáum skattaafslátt, við fáum vaxtabætur, ríkir að niðurgreiða okurvextina, hugsið ykkur. Og það væri ekki nær að hafa, frekar þak á vexti, þak á vexti, það er að niðurgreiða í gegnum skattkerfið. Og hækka þessu þegar haldið ekki verður síðan erum við með barnabætur og alls konar bóta, öllösu fyrirkomulag, í staðinn fyrir að hafa lífsgæðin betur. Þetta sýnir kannski best metnaðarleysið í hreyfinguna. Við erum með samningsaðila, SA og ASÍ, við setja saman og semja kaup og kjör almennings sem að þykja vera hæfileg rétt rúmlega verðbólguspá sem hafa aldrei staðist frá því að menningar hófust. Og þar er verið að býtast en síðan í bakherbergjunum, þar víla menn og díla herri, ef við ekki hækka aðeins í þennan sjóð, ef við ekki hækka aðeins í lífeyrissjóðinn sem við stýrum sameiginlega. Þannig að metnaðurinn virðist vera fyrst og fremst inn á við til þess að mata kerfið, meðan við sem erum kannski bara fólki sem erum að lifa hérna og erum að borga okkur skatt og skyldur, stöndum fyrir undan og klóðum okkur í hausnum, bara einhvern óskopunum getur þetta gengið. Og af hverju í óskopunum vakna ekki menn sem þarna inni í lífsins og segja bara, þetta bara getur ekki gengið mikið lengur. Við erum með lífeyrissjóðakerfi sem er að fá miklu verið innan fjármagni heldur en fyrir út og þetta fyrirst fara beint í bólumyndun og hlutabréfum. Allt er ekki með sveigjanlegt lífeyrissjóðakerfi sem við getum trappað niður sjóðsöfnum í svona árferðið sem við núna. Þegar við getum ekki komið peningunum með í svona geymslu á þess að belgjum markaði, það þýðir bara það að peningarnir er að gufa upp sem komin í kerfið. Ég var eiginlega aftur maður núna að höfundur Tobbi þess var bara að lýsa lífeyrissjóðakerfinu og það var að lýsa smegin. Vega. Höfundur Tolkien. Þannig að það er einsdreifið, virðist vera að gufa upp. Má ég skjóta yfir spurningu? Hvað er það sem gerir það að verkum að þessir verkefnisfulltrúar eru svona tregir til? Eru þeir ekki bara sjálfur pínu persónulega græðið á þessu? Er það ekki málið? Að vera... Svo ég kalli bara óbrenglega íslensku. Ef við tökum kerfi, að vera, tökum bara Gylfi Arnbjörns og fleiri svona Sigurður Bessarsson í Afríkum, þetta eru menn sem að hafa það mjög gott. Þeir eru kosnir og eru umboði trúnaða ráða, eru í fæstum tilfellum kosnir í einhverjum opnum kosningum, við breytum fulltrúalýðræði og það virkar þannig að þeir handvelja fulltrúanum sem að síðan kjósa þá áfram. Þannig virkaði systemið í VFR. Þegar við gerum handlarbyltingu í VFR, þá förum við inn á svona fulltrúaráðsfund og bjóðum okkur fram. Við náttúrulega náðum ekki kjöru eins og við varamanna kjörustið. Það er 15 manns í stjórnin. Og við náum að sanna nóg mikið undirskriftum til þess að koma þessi almennu kosningu og síðan breyta lögum. Og það náttúrulega niðurstaðan algjör á skjön við það sem að fulltrúalýðræðið
gaf til kynna, félagslega vitt og annað. Sama gerist í kjarasamningum núna sko, það er alveg frægt þegar að Gylfi Arnbjörnsson taldi að þetta væri 4% óánægjureglur. Það væri nú ekki meira en það. En það var aðeins meira en það. Það var, kjarasamningar voru felldir mjög víða. Í VR rétt slefuðu kjarasamningarnir í gegn. Þeir voru samþykkt með mjög litlu meirihluta. En auglýsingaherferðin sem félagið fór í var kjóstu með stöðuleika og kaupmátt á reikningu. Segðu já. Þetta er eins og ríkið færi í kosningu með Evrópusambandið og myndi segja kjóstu með Evrópusambandið en segðu nei. Það er að vera að segja fólki hvað er að kjósa og þegar það er gert þá ertu að hafa áhrif á niðurstaðinu fyrirfram þegar þú átt að vera að reyna að finna sko hlutlaust álit félagsmanna á einhverju sem sendir frá þér. Það er stóri dómur. Og það sem að ég held að svigrúmið sé til staðar og ég bara veit að það er til staðar og við eigum ekki að þurfa að vera með þetta yfirgengilega sjóðsöfnunarblæti sem að vera í líðina verkefnishreyfingarinnar og við hljótum að hafa metnað til þess að gera betur eins og með lífeyrissjóðakerfi. Það getur ekki verið metnaðarfullt að reka kerfi sem að stendur rauninni fyrir láglauna ánauð og vaxtaokri og verðtryggingu alla ævi til þess að hafa það hugsanlega gott þegar að vinnuskyldu lýkur og það er enga líkur á að lífeyrissjóðin á að halda allum eignunum í góðum farvegi og góðum vexti þegar að vinnuskyldu lýkur. Því að dag er kerfið þannig, innstreymið svo mikið inn í kerfið, það er svo lítið út. Ef að kerfið, lífeyriskerfið, hefur verið full þroskað við bankahrunið til dæmis, kannski 2008, og lífeyrissjóðin hefði þurft að selja hlutabréf eða verðbréf þess að geta borgað okkur lífeyri, þá hefði kerfið hrunið. Vegna þess að þá var seljanleiki enginn á mörkuðum, fyrirtæki voru öll verðlaus. Það var enginn sem að vildi kaupa pappírana. Þetta mun gerast aftur og það mun gerast með kerfisbundnum hætti af því við höfum ekki breytt neinu í kerfinu. Kerfið er nákvæmlega eins og það var fyrir hrun. Það er kannski þetta er sömu jakkafötin, það er kannski nýir bleiarar og eins og við sjáum til þess að Eimskip. Það var haldið upp á 100 ára handbært Eimskip hjá félagi sem getur ekki borgað skuldina sem við hljóðmáðu sér. Það er ekki 16 kennitölur á þau? Það er á 10 ára gamalt í kennitölum. Það er með öll skipi sem undir hettufáðum vinga á þangaðan heiminn. Og síðan horfum maður á partí með öllum frægustu og flottustu listamönnum. Björgvin Halldórsson skilur skipstjórabúning að syngja bubbalög. Svo sem að við ringum fyrir Skúla Móensen og Rikk og öllu þessu fólki skilur. En ég veit ekki hvort hann kaupi flytinn í ljósutanumpappirinn með Eimskip eða hvað. En ég fannst alltaf mjög mikið að þessu fólki ekki hafa neitt tengsl við þetta félag. Og þetta er svo mikið lítilsvirðing við fólkið í landinu. Lítilsvirðing við lífeyrisþega. Og að því að fyrirtækið er í náttúrulega meirihluta eiga okkar. Lífeyrissjóðir eiga meirihluta. Í Eimskip. Í Eimskip. Við eigum meirihluta í einum. Þess að ég hef bent á, ég menna 6-8 lúxusjeppa. Það er 4.000 lífeyrisþega á lágmarkslaunum sem að leggja í búkið fyrir þessu jöfnum yfir 1 mánuð. Yfir 1 mánuð? Þetta er það sem kostar að jeppa væða ríkisstjórn. Og ef við áttum að læra eitthvað, þetta er bara, það er surrealist. Þetta er bara reynslistæðist. Og sjáðu þið síðan kaupréttarsamning. Ef við áttum að læra eitthvað af hruninu, þá var það að vera ekki með árangurstengt laun til stjórnir og tala um kaupréttarsamning. Vegna þess, í öllum tilfellum, það sannaðist eftir hruninu, í öllum tilfellum þar sem voru kaupréttarsamningar, þar tók græðgin við og lykilstjórnendur og stjórnendur fyrirtækjanna er ýtt undir falsfyrði fyrirtækjanna og fölsuðu tölur og allt til þess að geta leyst út bónusinn. Það var nummer 1, 2 og 3. Þetta var allt gert á kostnað þeirra sem áttu fyrirtækið, kostnað hlutáð og á kostnað almennings í landinu. Og að halda það að það mun eitthvað breytast þetta viðhorf. Þegar það er ekki búið að sópa því það er ennþá ælustættir upp alla veggi, það er þráleitt ennþá í loftuna að kampaðinn og kafinn og við erum að fara í sömu
sömu stöðun aftur. Þetta sé búið að þvara rúmfötin í Langá. Það er sniðugt, Það sé bæði eldu og skiptu í rúmin. En sko, ég held að fólki í landinu það á að gera kröfu að kjörin okkar batni frá niður og upp en ekki öfugt eins og í dag og ekki öfugt eins og alltaf verið. Og ég held að sé nægilegt svigrúm til þess að gera þetta. Við sjáum það bara, ef við getum breytt lífeyriskerfum til að hafa það sveigjanlega, þá getum við bætt kjörin okkar þegar illa ára og þegar við höfum ekki svona efna á borginni sjóðakerfi og við getum ekki svona geitt peningar. Og við höfum að geta sett þak á vexti, við höfum að geta sett þak á verðtryggingu, við höfum að geta afnum verðtryggingu. Það er ekkert mál að gera þetta er bara spurning vilja í staðinn fyrir að vera með, og hugsaðu ykkur, metnaðarleysi er algjörlega verkefnishreyfingar. Að skilaboðin til okkar er það ekki hækka laun, af því að verðbólga étur upp og lánin hækka. Þetta er alveg metnaður. Og það er falið svo bak við ónýttan gjaldmiðil. Ok, ef krónan er svona ónýtt, af hverju erum við að taka þann skatt? Er þá ekki kannski, hvað með fjármagnseigendur? Eru þeir ekki líka með ónýttan krónu? Þannig að þetta er alltaf spurning. Nei, þeir eru ekki með suma krónu. Þeir eru með verðtryggða krónu. Nei, þeir eru með verðtryggða krónu. Hún er tryggari en gull. En þetta er svona mín sýn á þetta, að það er að analysera svolítið hvert peningarnir fara og við hefum að sjálfsögðu að taka til þessi verkalýðshreyfingunni, hætta þessari yfirgengilegu sjóðsöfnun út allt kerfið og reyna frekar að bæta kjör okkar í núinu heldur en að vera með eitthvað þrælahald alla ævi til þess að hafa hugsanlega gott í erfinni sem mun líkast aldrei gera. Takk. Þá opnum við fyrir fyrirspurnir. Takk fyrir. Ég er að spá hvort ég ekki bara færa þetta niður og setjast þetta niður nokkuð. Velkomin. Þetta er að gangi hjá Akureyrssingum og Húsvíkingum í næstu dagur. Þetta er frábær spurning. Hvað segðu spurningun aftur? Hvernig haldið það gengi hjá Húsvíkingum og Akureyrssingum í kjarasamningunum sem þeir eiga framöndan? Þeir eru svo óþægir, Villi og aðalsteinn upp á Húsavík, Villi og Skafin. Þeir eru svolítið á skjöl við svona það sem þeir eiga að gera innan hreyfingarinnar. Nú á að skilja þá bara eftir. Tökum alla með nema þá að því að þeir fóru svo illa með Greið Gylfa og tóku stöðu með fólkinu í staðinn fyrir að taka stöðu með klíkunum sem stýrir. Það nú á að skilja þá eftir og þeir standa eftir með tvö lítil félög og þeim er svona illt út í kuldann og þetta er bara versta sort af ofbeldi sem maður getur séð innan hreyfingarna og þetta er verulega sjúkt. Við erum búin að setja inn í hreyfingunni í 5 ár og vera vitni af hvernig vinnubröðin eru, hvernig okkur er gert upp skoðanir og hvernig menn vilja gjörsamlega loka augunum fyrir vandamál. Já, Þorvaldur, ég langar að spyrja, tekur þú undir kröfu það að lífeyriskerfinu verði breytt algjörlega þannig að sjóðsöfnunarkerfi verði svona aflegsna með einhverjum aðlögunartíma og komið og lífeyriskerfið verði fellt saman við einhvers konar framfærslu tryggingakerfi sem sé bara opinbert á vegum hins opinbera. Og það sem byggist á því að þú hafið þessu borgaralegan rétt til lífeyris en þurfir ekki að kaupa þér lífeyris. Mér finnst þetta dálítið loðið þetta með sveigjanlegt lífeyriskerfi að í raun og veru við getum að minnka innborgun og minnka sjóðstreymið og eitthvað svona vegna þess að við vitum alveg hverju myndi sveigja það að sínum þörfum og það myndi í raun og veru þá væðum við kannski á einskismannslandi. Þannig að þessi hugmynd að lífeyriskerfið sem bara byggir á keyptum uppsafnaðum lífeyrisrétti eins og sem að við sem kunnum marxíska hagfræði vitum að stenst ekki en hinir sem að byggjast á því að hagsmunir verkalýðsins eigi alltaf að byggjast á vonum að auðvaldurinn gangi vel.
þeir vilja hafa það. En ef við höfum þá ekki opinbert kerfi til þess að taka við þessu sem að tryggja bara öllum viðunandi kjör, sem í raun og veru væri ódýrara heldur en þetta. Og ég man eftir á ársfundi mínu lífeyrissjóði, þá sagði tryggingastærðfræðingur það þyrfti í raun og veru, hvað sagði hann, ef það ekki væri ávöxturinn stæði undir 2/3 af lífeyrinum en iðgjöldin 1/3. Að þetta ekki væri ávöxturinn þá þyrfti 30% iðgjöld lífeyrissjóði. En reyndin líklega svo að mjög margir að borga kannski 50% af tekjum sínum í lífeyrissjóði. Ef við tökum með greiðslurnar af fjármagnskostnaðum af húsnæðislánum sem fara í gegnum íbúðalánasjóð til lífeyriskerfisins, þá erum við kannski að borga í raun og veru 50% tekjum sínum í lífeyrissjóðum, en fá samt ekki lífeyri vegna þess að honum verður sólundað á spekulasjónir millitíð. Þetta er rétt sem þú ert að benda á. En þetta getur aldrei annarkvæmt eða? Það sem þú ert að benda á rauninni það sem ég að segja. Þetta er mjög svipað hlutur, af því ef að lífeyrissjóðakerfið verður sveigjanlegt, þá byggist rauninni réttindin á einhverju fyrirfram ákveðnu réttindin sem er ekki bundin ávöxtunarkröfu. Og við getum bara litið á þannig að þetta væri þá bara einhver borgaraleg réttindi fyrir lífeyri sem við höfum, bussi frá því hvernig lífeyrissjóðakerfið nær að ávaxta sig. Það er einnig sami hluturinn, en kerfið eins og er í dag, það er hrunið. Það hrundi ekki til gæra eða fyrir það hrundi ekki í bankahrunið. Kerfið er hrunið. Og við getum til dæmis, kerfið á að safna lífeyri, sjóðsöfnunarkerfi, á að eiga fyrir lífeyrinum í framtíðinni. En hverjar eru eign í lífeyrissjóðunum? Það er rúmlega helmingur eigna lífeyrissjóðakerfisins eru skuldir almennings við kerfið. Það eru skuldir okkar við kerfið. Það er húsnæðislánin, það eru skuldabréfir ríkis og sveitar og bæjarfélaga og sjóðsfélagalán. Þetta eru skuldir okkar við kerfið og síðan bætist hallinn ofan á það. Þetta er bara beina skuldir. Þannig að, þegar menn að tala einhverjum gegnumstreymiskerfi, þannig að skattgreiðir framtíðarnir eiga að standa undir lífeyrinum í framtíðarnir, þá er þetta bara spurningum að okkar kynslóðir, við erum undir hávaxta og okurvaxta og verðtryggðu okurvaxta ánauð vegna lífeyrissjóðakerfisins, það þarf svo mikið til þess að geta staðið undir loforðum sem að munu aldrei standast. Þannig að það eru við sem höldum upp í kerfinu, það eru við sem borgum vextinn inn í það og það eru við sem munum líða hvað verst fyrir að þeirra kerfið hrynur. Það verður ódýrara fyrir okkur sem eru að borga í lífeyrissjóðinn að bara sjá fyrir gamla fólkinu og öryrkjunum í dag heldur en það verður að borga þetta inn. Það er það sem ég ætla að spyrja það. Hvernig ódýrara? Haltu þeim bara uppi, borgaðu bara fyrir það eins og þau þurfa. Er það ekki ódýrara? Nei, alls ekki. Það er hægt að taka. Akkur heldur þú að lífeyrissjóðir hafi aldrei borgað yfir 40% af innkomnu vöxtum í lífi? Akkur held ég að lífeyrissjóðir hafa aldrei borgað yfir 40% af innkomnu vöxtum af höfustól þessu. Það hefur aldrei farið upp í 40% að borga í lífi. Það er bara út. Já. Við getum við tapað 60% í kerfinu. Þeir taka 60% af vöxtunum í hverju einasta ári til að hækka höfustól. Þetta séu að hann hækkar stöðu. Já, það er svo mikið sem að... Eingreiðsla sjóðsfélaga, hún er hærri heldur en það sem er við að greiða út. Það er að benda á. Þeir voru hugsað út í það regna, hvað stór hluti af höfustól, núverandi eignum lífeyrissjóðanna, á dánum kennitölu sem aldrei verður greitt út. Það er yfir 50%. Það er yfir 50% sem þau þurfa aldrei að borga út. Nei, þú veist alveg hvernig sjóðsöfnunarreikningin á þessu kerfi. Ég veit það, hún stenst ekki lög. Það er reiknað með því að stór hluti af lífeyristöðum sem greiðir í kerfið í dag er aldrei taka krónu út. Þannig reiknist kerfið. Af því að sjóðirnir eru ekki kerfið eins og lögin segja til. Þetta er eignarsjóður
þú átt launin. Þetta er samtryggingarsjóður. Þú átt. Sko, þetta er blekkingin. Já, ég er ekki algjörlega sammála. Hvenær afsalaði þú þér laununum þínu sem þú greiddir inn í lífeyrissjóðinn? Og hvernig eru launin frá lífeyrissjóðum byggðu? Þau eru ekki að taka eignarnám í launin þín, þau eru að taka því ávöxtun. Það er ekki til hann persónlega. Guðbjörn, já, og þú varst með fyrirspurn. Það er svo margt fleira sem hefur komið fram þessu að það er eiginlega engin leið að komast yfir að tala það allt saman. Að því að kom hérna fram á aðeinum kaupmátti, þá er hann eins og Ragnar kom inn á beður frá neysluvísitölu og launavísitölu. En launavísitalan hefur aldrei virkað rétt frá því hún sett á. Það hefur mörgur sem rannsakar. Báðar vísitölunar eru fáránlega byggðar. Já, en bara í raun og veru, launavísitalan, að láglaunahópar eða hópar undir 300.000 á mánuði, þeir hafa aldrei farið fyrir 30% af tilkynningum til launavísitalunar á meðan að til dæmis eins og bankamenn og hálaunahópar að þeir hafa tilkynnt hærra hlutfall heldur en raun og veru sem fjöldi. Og hafa meira vægi. Já, hafa þessum meira vægi. Launavísitalan, og ég var búinn að gera athugasemdir við Hagstofuna og það féll niður í 6 mánuði skráning á launavísitalunni einu sinni vegna þessa. En það breytist akkurat ekki neitt þegar þau fóru í gang aftur. Vegna þess að það er svo óhagstætt fyrir launavísitölu, fyrir kerfið að fá alla þennan fjölda af láglaunatilkynningunum inn og gerum við grein fyrir afturlið. Vegna þess að þá stenst ekki forsendan fyrir því að greiða svona lágan lífeyri frá almannatryggingum. Þetta er flókið kerfi en þetta er raunverulegur. Það er margt í þessu sem þarf að hugsa örlítið undir yfirborðið til þess að sjá hvað það er. Ég hef kannski búinn að sjá það vegna þess 45 ára eftirfylgni með að fylgjast með þessu. Og það var til eins og Þorvaldur kom inn á í sambandi við stjórnarskrána og réttindin sem stjórnarskrána tryggir okkur. Ég skil ekki af hverju sveitarfélögin taka þetta á sig vegna þess að það er ekkert ákvæði stjórnarskrána sveitarfélögin í að standa undir þessu. Og það er hvergi ákvæði lögum á sveitarfélögin í að standa undir þessu. Þau eiga að tryggja fólki þak yfir höfuðið. Það er einu. Það er lagaskylda Alþingis að sjá fyrir að fólk hafi ísjú á. En það er líka þáttur í því sem að ég hef oft sugað í Öldubakkalæðinu og það er einasti þáttur í lífeyrisgreiðslunum sem að er fyrir húsnæðiskostnað. Og ég veit ekki þess að nokkur maður á Íslandi geti lifað á hans að við þakki. Þannig og annar þáttur sem er líka í sambandi við lífeyrisgreiðslur og það er að í lögunum, almannatryggingalögum, að það stendur skýrast um það að greiða lífeyri en ekki laun. Það ágreiða lífeyri og ef menn vilja hafa þess að þeir eru að segja síðar í lögunum að það sé að greiða tekjur, þá eiga þeir náttúrulega að greiða tekjur en það háar að lífeyrinn verði sá sem maður segir í lögunum. Þú veit að mikið lagabústaðir, þetta er búið að gera margar breytingar breytingar á skyldutryggingu lífeyrisréttinda, það er lög lífeyrissjóði frá 2008. 66 breytingar búið að gera á lögum skyldutrygginga lífeyrisréttinda frá 2008. Flestar þessar breytingar hafa verið gerðar til þess að aðlaga lífeyrissjóðakerfið að breyta með aðstæðum fjármálamörkuðum. Síðan koma þessir einstaklingar sem stýra þessu kerfi og segja
þegar við erum að spyrja, er þetta að setja eitthvað í Landspítala? Er þetta lána út á hóflegum vöxtum? Er þetta að gera þetta? Nei, við veitum ekki að því lögin banna okkur þetta. Þegar kemur einhverjum augljósum hagsmunum alþýðunnar, þá lögin meitluð stein. En á sama tíma búið að gera 66 breytingar á lögum lífeyrissjóði á 2008. Síðan að lífeyrissjóðir voru í raun og veru lífeyrissjóðir. Bregðast við þessu? Þá einfaldlega var hægt að tekja mann að tala. Jú, við kannski stoppa bara fyrirspurnir og svör. Það var einfaldlega, ég tek ekki svona lögðu. Hverju? Að fá ekki að klára þessi. Nei, og fyrirspurnir. Það var tekið fram í fyrir mér meðan ég var að tala. Og það sem er hægt að koma inn á í þessu sambandi lífeyrissjóðir að þeir eru núna að taka breytingum frá því að þeir voru á sínum tíma að þá mátti vera 10% af útlánum þeirra mátti vera á lægri veðkröfu en 65% af verðmæti húsnæðis. Þeir máttu ekkert lána. Þeir máttu ekkert lána út af hlutabréf, skuldabréf eða þannig að þegar bara horfa á þessa þætti, núna getur til dæmis almennur lífeyrissjóður, það getur verið 138,5% í útlánum sínum ánægð þessi nokkuð eða bæk. Skoðaðu samþykturna þeirra og þetta séu með reyndir. Viltu bregðast við eftir hérna? Já, bara það sem var beitt í það þannig í lögum sveitarfélög félagsþjónustu sveitarfélaga að sveitarfélögum ber skylda til að sjá þeim farborðum sem ekki geta gert á annan hátt. Ég get lesið upp úr þessum lögum að þú vilt. Já, það er mjög skýrt. Það er mjög skýrt nákvæmlega á hvernig hann gera það. Það talaði um fjárhagsaðstoðina og hvernig henni hátt áfram aðeins. Þannig að það er bara þannig í lögunum. Þetta er ekki rétt hjá það sé ekki lögum. Það er í lögum, í restu. Það var að vísa í stjórnarskrá. Ég veit það og síðan það að sveitarfélögum var ekki skylt að sjá þetta, en það er þannig að þeim er skylt að sjá þetta. Af því þú verjar sig ekki fyrir því svo sögði? Nei, lögin, löggjöfin hefur sett þessar skyldur á hendur sveitarfélögum. Já, ég getur rætt þetta síðan, en þetta er svona eða í raun og veru vegna þess að sveitarfélögin þau taka á sig þessi skyldu. Ég skal bara lesa upp hérna, sko markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa og grundvöll samhjálpar. Og svo er það bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti. Sveitarfélag ber ábyrgð á félagsþjónustu innan sína marka og skal með skipulagi félagsþjónustu og tryggja framgang og markmiða. Sveitarfélag skal sjá að veita íbúum þjónustu og aðstoða samkvæmt lögum þessum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Aðstoð og þjónusta skal að jöfnum höndum vera til fallin að bæta og vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldum komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf. Svo talaðu skyldi sveitarfélagana og svo komið inn á fjárhagsaðstoðina. Þannig að þetta er mjög skýrt í lögum. Þetta er ekki neitt vafi. Ég er ekki að gefingja það. Það sem ég var að segja við því, það er að stjórnarskráin gerir eingöngu kröfu á Alþingi. Löggjafinn síðan þessi löggjafinn, hann hefur ekki heimild til þess að vísa þessu frá sig. Löggjafinn setur margar skyldur á sveitarfélaginu, ekki bara hvað þetta var. Það er mjög margt annað. Hann hefur ekki heimild til þess að vísa þessu frá sig. Það er ekki ákvæði í stjórnarskrá að maður megi það. Eitthvað er að gera. Heyrðu, Hallfríður hefur beðið orðið. Mér langar að beina spurningu á Ragnar. Ég misti hérna svarinu eins og svarinu á skólavarpið. Þú væri hlynntur því að sameina þessa lífeyrissjóði bara í einn. Spurning mín væri þá til stafringar að ég hef búin að svara þessu. En væri nú hefur talað svolítið einn gegnumstreymis lífeyrissjóð sem að myndi það væntanlega að leysa á hólmi alla þessa 35 sjóði sem eru hérna hvað eru nú margir sem eru fullkomlega fáránlega. Og í annars þá spyr ég hvað er ekki nauðsynlegt að breyta strúktúrnum í stéttarfélögunum eða verkefnishreyfingunni bara almennt þegar að stokka hann upp ef það var einhver minnsta vonum að geta stokka lífeyrissjóðakerfið. Hangir þetta ekki algjörlega saman? Algjörlega saman. Hvað er maður að byrja? Við getum bara að byrja að setja þetta bara einfaldur, bara smá dæmi.
er svo mikið þversögn í hagsmunagæslu að stjórnarmaður í VR stjórnarmaður í lífeyrissjóði. Í lífeyrissjóðunum hann að hámarka arðsemi fyrirtækja en hann að semja laun umbjóðenda sinna í stéttarfélaginu. Á kostnað arðseminnar? Já, á kostnað arðseminnar væntanlega. En það má svo fara það. Þessi stjórnarmaður, hann kosinn inn í VR. Þetta er bara dæmi, þetta er raunverulegt dæmi. Og þessi einstaklingur, hann stjórnarmaður í VR og bara umboðið félagsmann á VR. VR skipa 4 sæti í Lífeyrissjóð Vestlunarmanna. Þessi stjórnarmaður, hann orðinn stjórnarformaður Lífeyrissjóðs Vestlunarmanna. Hún heitir Ásta Rut Jónasdóttir. Ásta Rut, hún hækkaði launin sín í 51% á 2 árum. 51%. Þannig að stjórnarlaunin hennar hækkaði 51%. Á sama tíma þótt henni nægjanlegt að hækka launafólks 2,8%. Þetta er þessi eiginlegu árekstra og þessi tengsl verkalýðshreyfingar við lífeyrissjóðina og fjármagnið búið að eyðileggja verkalýðsbaráttu á Íslandi. Algjörlega eyðileggja og það er algjörlega nauðsynlegt að aftengja verkalýðshreyfinguna lífeyrissjóðum. Þetta bara fer engan veginn saman. Og þetta er stóri vandi hreyfingarinnar. Það er þessi hvati stjórnenda hreyfingarinnar sem er búin að setja kannski ár og tugi með atvinnurekendum að víla og díla iðgjaldagreiðslur inn í alls kyns sjóði, að þá kemur hvatinn á metnaðurinn til þess að halda og verja eitthvað kerfi. Hvað hlýtur að vera hrikalega erfiður og þungur biti fyrir Gylfa Arnbjörnsson að kyngja og segja að lífeyrissjóðakerfi Íslendinga sé ekki lengur besta lífeyrissjóðakerfi í heimi. Það er búið að halda þessu fram, statt og stöðugt, tyggja þetta ofan í okkur ár eftir ár, síðan kerfið var stofnað. Og fara að koma núna fram og fara að viðurkenna einhverja galla hlýtur að vera mjög erfitt. Og þetta er kannski ástæðan fyrir því að menn, þú veist, eins og segir, það eru 33 virkir lífeyrissjóðar á Íslandi. Það starfa yfir 25 framkvæmdastjórar og sjóðstjórar ásamt varagrúnarnar og starfsfólki. Það eru 400 stjórnarmenn og varastjórnarmenn sem stýra kerfinu. Það verður einfaldlega bara að breyta þessu kerfi og þú veist að það er annarkvæmt að sameina lífeyrissjóðana bara við Tryggingastofnun eða leggja niður kerfið í þeirri mynd sem er í dag, loka kerfinu og byrja upp á nýtt, reyna að finna kerfi sem er hentugt. Það er ekki nóg að vera bara með gegnumstreymiskerfi vegna þess að við fáum það í baki einhvern veginn setjum. Ég held að það kerfi gangi ekki upp að safna engum lífið eða safna engum til mögur árum. Ég held líka að þetta sjóðsöfnuna brjálaði, þetta skrimsli sem við erum með í höndunum og það gangi heldur ekki. Ég held að kerfisgallar hvors annars, hvora kerfa fyrir sig, munir vega upp hvora aðra í einhver einu góðu kerfi, eða þú veist, það er ekki kerfi fullkomin, en ég held að blöndulegin vilja farnast okkur best, en að vera með 30 lífeyrissjóði og alla þessa yfirbyggingu og það er allir að grauta í saman drullupollinum, sem við kallum fjármálamarkaði, það er algjörlega bara galið og það bara, þetta er ekki spurning hvort þegar að breyta þessu, það verður að breyta þessu, að þetta hrynur fyrir þess, það er víst. Takk fyrir. Þið þólaður? Nei, ég bara... Nei, ok. Helga með öndum. Já, ég ætla að segja að er ekki líka einhver hlut af þessu, við erum náttúrulega búin að sitja á mörgum fundum við þarna þá og undirbúa okkur eins og fyrir síðustu kosningar með hugmyndir lausnir. Við vorum með nokkrar útfærslur við í dögun á þessu, tölum í þessum sem Ragnar að tala. En það sem að ég skynjaði svo mikið í kosningunum að það er eiginlega svona, fast svona, hvort það er rétt hjá mér, en það var eins og, það mætti ekki tala um þetta. Það er alltaf, við erum með svo gott kerfi og maður fær alltaf einhvern veginn svona mótið sér, sko. Þetta er einhvern veginn orðið svona, já, skynjar þú það líka, svona að maður bara, þú veist, þetta fekk mjög litla umfjöllun til dæmis þó við höfum reynt það í kosningunum. Þetta er svo stór faktor í að breyta. Kerfið er svo gríðarlega pólitískt, finnir þið ekki. Sjáðu til dæmis, sko, við tökum bara pólitíkin. Efling
ASÍ, þetta er mjög vinstri sinnar afl og... Hæ? Já, þetta er mjög hægri sinnar. Ég set stóra gæslulega mjög stóra. Þá á ég það við að þessir einstaklingar hafa gríðarlega sterk tengsl við Samfylkinguna. Sem hægri öfgaflokkur. Já, sem að, ok, svo má, ég tek alveg undir það sem hægri öfgaflokkur. En þetta, ok, síðan hafa samtök atvinnulífsins haft augljós tengsl við bæði Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Hægri og vinstri öflin eru einhver megin í öllum stiganum að bíla og díla með okkar vinnuframlag og okkar hlutfall inn í lífeyrissjóðakerfinu. Þarna koma vinstri og hægri öflin, þú veist, ef við skilgreinum bara þannig, saman í eina sæng inn í lífeyrissjóðakerfinu. Þetta kerfi er varið alveg inn í stjórnarráð af pólitískum öflum. Og hugsaðu þegar að koma til dæmis fram lagabreytingar það til dæmis að lífeyrissjóðirnir geti fjárfest meiri óskráðum félögum. Það fara lagabreytingar í gegnum Alþingi eins og hver annar gegnumtrekkur þegar kemur að lífeyrissjóð. Það er ekkert rætt, skilur, þetta bara rúlar í gegn. Og þetta eru allt breytingar sem koma frá kerfinu sjálfu, varið af kerfinu sjálfu, sem að hefur gríðarlega sterk pólitísk tengsl inn í Alþingi og inn í þessa fjórflokka batteri. Og til dæmis þess að lýsa því hvað búið að gerast inn í VFR sem var svona eina hægri félagi. Sjálfstæðisflokkur bara áttu þetta. Og það er búið að vera gríðarlega svona kurr inn í félaginu, þú veist, að því að hægri menn reyna að ná því aftur, að því að þú veist, vinstri öflin náðu félaginu á sitt valdi í gegnum hallarbyltinguna. Þú veist, það bara kom formaður sem var mjög, sinnaðallur í Samfylkingunum og því. Það er búið að vera, menn eru allstaðar vinir nema VFR. Það er, þú veist, það finn ég. Svo að kjósa í stjórn lífeyrissjóðs. Það er bara, þú veist, byltinga, baknægið, stungurnar eru ég hef aldrei bara vitni að öðru eins þegar verið að kjósa í þessa stjórn. Það var allir sérfræðingar kerfið, það vilja allir fara að inn og það er bara barist hurrandi og slefandi hvern einasta stjórn. Er það vegna þess að þetta eru svo mikla spórstur? Þetta er háar. Það er hásýna mennaðni. Þetta er ekki bara spórstur, þetta er líka gríðarleg völd. Hugsaðu að hafa völd fyrir nánast íslensku viðskiptalífi. Þetta eru lífeyrissjóð Vesturmanna telur 400 milljarða í sjóðum. Og þeir sem að velja síðan inn í lífeyrissjóðskerfið er hávarasta jáfnfólki. Þeir sem eru duglegast að tala upp kerfið, þeir fá bestu stöðu. Þannig virkar þetta. Þannig lítur þetta út fyrir mér sem búin að setja þetta í 5 ár og er að reyna að gera, koma með einhverjar breytingar og að gera eitthvað. Þannig að þetta er svolítið þannig, en það finnst ykkur ekki skrítið að vera með svona stórt kerfi og alla þessar stjórnendur í kerfinu. Þetta er á 400 stjórnarmenn sem sitja í stjórnum lífeyrissjóðs. Að það skuli ekki vera einasti stjórnarmaður sem hefur stigið fram og gagnrýnt kerfið á svona málefnalegum forsendum. Bara spurninga bara hlutfall skulda almennings við kerfið eða bara gengur þetta upp. Þegar við endalaust að vera að bæta í sjóðina, þegar við gera þetta aldrei gagnrýnt. Það er eins og sé bara ein rödd úr öllu þessum hópu. Þetta hlýtur að vera gríðarlega óeðlilegt. Það bara bendir til þess að það eru gífurlegur þrýstingur á konsensus að myndi. Það er bara allt. Alveg gríðarlegt og ég las komin í samband við þegar ég var að byrja að stunda lífeyrissjóðakerfið þá datt ég í samband við konu sem heitir Herdís Dröfn Baldvinsdóttir. Hún skrifaði doktorsritgerð svona tengslanett valda með áherslu á verkalýðshreyfinguna og auðvaldið og fjármagni í gegnum lífeyrissjóðina og ég las ritgerðina og ég og Herdís erum búin að vera miklu vinir síðan. Og þar dregur hún mjög sterka mynd af þessu tengslanetti. Og ég átti ekki vonað að þetta yrði svona þegar ég sæti stjórn VFR, ég get sagt ykkur að þetta var 10 sinnum verra. Þannig að ef þú vilt læra hvernig þetta fungerar, valdaapparatið og hvernig því er haldið við, bæði meðvitað og ómeðvitað af þeim sem eru í stjórnum og svoleiðis, þá ættu það að lesa þessa ritgerð. Hún ætti að vera kennsluefni á framhaldsskólastíg. En hvað,
finnst þetta svo ofboðslega fróðlegt þetta. Hvar eiginu von? Ég meina, hvar liggur, af því það líka, já, og hvaða ögn þurfum við að vekja af svo vægt sér til orða að tekja værum blundi, af því fólk maður heyrir með þess á Facebook og sér það sem svona ákveðin umræða, að fólk það mjög óanægt, en það vantar einhvern vettvang, það vantar einhvern farveg. Því fólk segir, fólk að tala þessi ólík lífið þessu að gera og þessi spilt og þetta og núna var þessi formaður, Gunnar Baldursson, já, ég sá nú reyndar ekki viðtalið, ég hefði mikið að tala og einn vinur minn á Facebook, Kristinn Rapsson, postaði því og hafði einhver velvalinn orðum það að þetta væri, hann væri dæmigerður verkefnisformur sem væri með fullt af spóslum og verði bara eigin hagsmunni og þá því að hrínuna yfir sig frá verkefnisformálunum sem voru alveg arfa brjálaðir. En svo voru aðrir sem tóku alveg undir, en það þessi óanægja og maður velti fyrir sig hvert þetta beininu, hvernig hægt að breyta þessu? Sittum við uppi með þetta kerfi til eilíðar eða? Það mjög lett að breyta þessu og það hafa orðið breytingar. Þegar ég byrjaði að skrifa lífeyrissjóðinn 2007 þá var ég að senda svona fjölpósta gegnum internet sem náttúrulega bara fólk. Þá sendi ég bara A4-blöð sem ég sendi bara og allan e-mail-listan og bara fólk að áframsenda og svo var ég farin að breiða mig sjálfu aftur tilbaka og ertu búin að lesa þetta? Þegar ég skrifaði með þetta frábært og svo byrjaði ég að blogga og svo fór að örglast á því að það var að vara mig við því að fara í þennan slag. Það var enginn sem vildi tjásumvölda, enginn úr viðskiptalífinu, sérstaklega ekki viðskiptalífinu eða fjármálakerfinu sem var tilbúin að stíga fram á gagnrýni kerfið eða tala ekki menntasamfélagi. En í dag þá eru örugglega 10-12 hagfræðingar bara staðaldri sem að spyrja gagnrýna spurninga kerfið og miklu meiri umræða og það er mikill sigur og það er jákvætt að þessi komið á þetta stig að við séum að tala hlutina. Þegar ég var að byrja þá hlógu þeir. Núna ignoraði mig. Það þýðir það að það er stutt í sigur. Það er stutt í sigur. Ég horfði þannig, þetta er bara barátta og ég trúi þess að breyta þessu, annars væri ég ekki að þessu. Og það sem við þurfum að gera þess að breyta, við sjáum reiðina í kringu jafnbæðinguna, hún er í 1-2 daga, svo fyrir fólk að hugsa eitthvað. Það er það sem að það er reynslu okkar. Við náðum að koma inn í hallabyltinguna með 7 og vantar 1 stjórnarmann og þá hefur fengið meirihluti í félaginu og það hefur fengið meirihluti í lífsjóð. Við erum einu stjórnarmann. Við þurfum bara að virkja fólkið á réttum tímapunkti þegar eru kosningar í stjórnir stéttarfélaga og bara reyna að halda þessu áfram, halda þessu lofti því að dropinn hóla steinu svo sannlega í þessum verðum eins og öðrum. Og ég meina, ég er að segja hérna andlið sem ég sé hérna alltaf öðru hvor einhvers staðar í baráttunni að halda þessu út, halda svona fundi bara endalaust, sýna bara að við gefumst ekki upp og þá endan gerist eitthvað vonandi. En félagsleg þátttaka í stéttarfélaginu sem við sáum núna í kosningu við ákvæðislu kjarasamningunum, hún er svo rosalega lítil og ég þekki nú fólk inn í ASÍ sem kvartar yfir því að það sé svo, það bara fólk nennir bara ekki að mælda á fundi og það bara nennir ekki að mælda á fundi og mitt svarar bara, þá bara eitthvað að hjá ykkur. Það er bara einhverjum strúktúrar feilar hérna í þessari byggingu hjá ykkur en fólk mætir ekki að fundi og það er svo langt um það milli fulltrúanna og hins almenna starfsmanns að þeir eru bara einhvern veginn og ég held að verða að breyta því. Það verður beinkostning og svoleiðis. Það er svoleiðis í vaknaði núna. Við breytum þessum þar en það fyrir að liðra að annar stað. En sjá til dæmis eins og hjá Aðalsteinn á Húsavík og honum Villa á Skaga að þar sem sagt þeir í mjög mikið nánd við sína félag. Ekki bara sjálfir, heldur líka málefnalega. Þeir tala frá hjarta fólksins. Það sýnir það að þáttaka hjá þeim í kosningum, hún er miklu meiri heldur nokkuð tíma hjá stóru félögum sem eru bara í einhverjum þau verðast að vera bara út á þekju hvað var það svona að vera með puttan á púlsinu og það var til með samningum þeir voru kolfelldir samningarnir það þáttaka var margfalt og alltaf margfalt á það sem í stóru félögum sem að fylgja svona einhverju sameiginlegri láglaunastefnu Alþýðusambandsins þannig að ég held að og eftir höfðinu dansa lifmyndin og ef þáttakan ekki góð, þá fórustan ónýtt. Þorvaldur hefur beðið? Já,
þetta með lífeyriskerfið, þetta nú margt sko áhugavert hægt að ræða það. Málið það að þessi gömlu verkalýðslunkar sem stóðu að því að búa til þetta kerfi 1970. Benedikt Davíðsson til dæmis, hann var mjög tvísagað um þetta. Ég held svo cirka 30 ár síðan ég var að gagnrýna þetta svona trúnaðarráðsfundi og